Þú ert að hlusta á 4. þátt Áhugavalda. Ok, iconic. Flottir. Þetta var Loki Slay. Heyrðu, verið öll hjartanlega velkomin í 4. þátt okkar Áhugavalda. Hvað er það? Í stúdíónu hér erum við ekki ein, ég og Ari. Erum við nú loksins með gest? Við erum loksins með gest. Það er engin annar en trommusláttur Egill, litli bróður okkar. Já. Rosalega gaman. Egill, Velkomin hingað Egill. velkomin í stúdíóið. Gaman að hafa þið með. How are you feeling? Það er bara Bara rosalega ágætt sko. Það er gott að þú ert fínt. En núna er loksins komin þriðjudagur, það er uppáhaldsdagur minn í vikunni. Já, það er þriðjudagur. Já, það er bara þriðjudagur. Það er svo þriðjudagur í dag. Það er þriðjudagur í mitt. En samt svona for real, mér finnst þriðjudagur að vera alveg sleppt á hann sko. Það er, já. Hvað meinar þú? Nei, bara, þú veist, fólk er ekki Það að er taka. dagurinn á eftir versta dyrum. Nei, en þriðjudagur er iconic dagur. Hot take. Arguably þriðjudagur er verri heldur en mánudagur. Nei. Það er Nú samt, hættir. jú. Af því að sko, þú Það er ert sem búin ég með, sagði. af því það allir segja svona mánudag, en þú ert komin á þriðjudagur, er bara svona holy shit, ég á ennþá eftir alla vikuna. Mér finnst, oh my god, mér finnst þriðjudagur að vera sko iconic. Ég elska þriðjudag. Það gerist ekkert á Já, þriðjudagur. þú veist, af því að þú veist, mánudagur er með hlutin, það sem það er svona, þetta er versti dagur vikunar, og síðan eftir, á þriðjudaginn, það er bara, þriðjudagur er ekki neitt, það er bara Já, við skulum bara vera sammála um að vera ósammála. Hver er, þú veist, hver er þá uppáhaldsdagurinn ykkar, skilur við? Föstudagur, Föstudagur. náttúrulega. Föstudagur, af Það hverju? kemur helgi. Af því að þú veist, þú komur á föstudag, búm, þegar komið kvöld og bara svona, holy shit, það er föstudagur. Og ég Já, spila Dungeons & Dragons á föstu. Já, True. þú veist, já, og þegar það er komið kvöld, það er bara svona, ég á ennþá eftir heila viku Já. eftir, og nei, heila Heila viku eftir, heila viku eftir. Ég var enda heila helgi eftir. Já, Það er helgi. Það er helgi. Oh my Ég er God. helgi. Ok, Ari. Það er ekki rétt. Þú náttúrulega spilaði Dungeons & Dragons á föstudögum, Ari. Já, vel. Fucking nerd. En já, hvað segir stráka mínir? Er eitthvað að frétta Nei. að ykkur annars? Nei. Vá! Geðveikt. Það er bara ekkert að Fekk frétta. aðra flens og ég búið að liggja fyrir mig bara aftur. Geðveikt. Önnur flensa. Ég skil ekki hvernig Arina er alltaf bara að vera bara eitthvað Victorian barn þegar hann fæði flensu. Ok, Bara hann var að fá svarta döðan og bara Já, ónæmiskerfi mitt er í fokki. já, ég ætla að fara að segja in his defense, hann er með fucked up ónæmiskerfi. Já, reyndast að ég gleymi því reynda stundum. Það er eins og ég fái, þú veist, sjúkdóm sinnum 5. Já, við erum svolítið saman í þessu að fá allt bara svona geðveikt fast. Ok, Egill minn. Fá að gera það fast. Ari minn! Sko, ég Gaman að hafa 2 bræðar meir í var einmitt að stúdíóinu. fara að segja þetta. Ég var að fara að vera bara eitthvað, hafið einhvern veginn setið inn í stúdíu og tekið upp podcast með 2 litlu bræðurum. This is how it feels. Já, finnst ykkur það vera relatable experience? Já, það hafa allir gert það á Hafa Íslandi. allir setið inn í podcaststúdíói og tekið upp með 2 litlu bræður sinni. Common experience. Já, en ég mæli samtalið með, mér finnst alveg gaman að vera með 2 litlum bræðurum minn í stúdíu, sko. Við erum líka svo heppin að elsti bróður okkar, hann var svo innilega góður að lána okkur hérna mikrofónu sinn. Þannig nú erum við öll með svona góðan mikrofón. Sjátt á Frikka. Bróðir okkar, bæði við. 1 af 15. Við erum Shit, tappabræðinni. maður. Þú veist, mamma var eins og eitthvað fucking verksmiða. Hvað er að frétta? En hérna, já, vil ég eitthvað vita hvað er að frétta mér? Eða? Já, hvað segir gott Anna mín? Gott að vera svona one way samtal. Þú eru svo utan við okkur hérna. Chop podcast boy. Já. Nei, girl, menn Það er svo sem ekkert mikið að frétta mér sko í þessari viku. Mjög svona típisk Mars-vika, skilur við. En ef ég að segja ykkur topp Mars! Mars! Mér ákveð ekki að segja þetta sko. Þetta er inside humor ef þú er pappi. Vá, við erum eins og okkar hálfvitur. Hvað var það að tala um? Já, ég ætla að segja þetta var svo mjög típik Mars-vika. Típisk. Típi. Þú veist, ef ég á að segja ykkur topp 3 spennandi uppákomur sem ég átti í vikunni, þá var nummer 1, ég var að prófa nýtt skincare. Það var Ok, slay. Loki Slay, án jokes. Og nummer Hvað, 2, vitamin C-krem eða eitthvað? ég ætla ekki að segja merkið sko. Nummer 2, þá var ég að komast að ég kind of get búktalað að pínu cringy. Getur þú bútala? Svona ventriloquism, þú veist, með lokaðan munnin, skilur þú? Já, ég sá náttúrulega TikTok minn bátir svo gerir. Já, því miður, það þurfti ég endilega að posta það á TikTok, Jesús TikTok. Kristur. TikTok minn bátir. Og númer 3,
Það er alveg skemmtilegt sem gerist í vikunni hjá mér. Ég fekk að sjá viðbröðin hjá Agli þegar hann horfði á næstasta þáttin í Game of Thrones. Shit, maður, þetta er versta shit sem ég horfði Já, á. í síðustu seríunni. Já, ég á eitt episode eftir. Mér langaði alltaf að horfa á það, sko. Nei. Þetta er, oh my god. Þú ert ekki að missa neinu, Fyrst sko. að koma svo langt, þú veist kláraði það, en þetta Já, náttúrulega, ég er þarf að horfa á senast episode. Þetta er svakalegt, sko. Jep, þetta er bara, þú veist, það var svona svo mikið bíó að horfa á viðbröðin þegar þú varst að horfa á næstasta þáttin. Shit. Þetta er bara ekki hægt, Ég sko. og Brynjar experience þessa seríu bara live, þú veist, þegar hún var að gera, sko. Það er alveg ástæða fyrir því að fólk hætti að tala um þess að þætti, skilur Það er bara að tala enginn um Game of Thrones. Nei. Ég veit ekki um neitt sem talar um Game of Thrones. Þetta var efst á baugi, sko, í hvað, 12 ári eða eitthvað? Ég veit ekki hversu oft Anna hefur sagt þessa staðrind áður að enginn talar um Game of Thrones áður eftir 8. seríuna. Bara, Bilga systir kallar mig alltaf annað tvisvar, muni eftir þáttunum hana, Dabbi tvisvar. Já, Ég er alltaf í barnatímanum, Bilga kallar mig Það alltaf er annað náttúrulega allir að horfa Night of the Seven Kingdoms núna. Ég og Egill vorum að holy horfa á það. shit, þeir eru svo góðir. Þeir eru viðbjóðslega Oh góðir my reyndar. god. Ég bara var Ég mér langaði líka að stíða aftur inn í Game of Thrones heiminn eftir síðustu seríuna en Núna er ég alveg Ég náttúrulega horfði á sko á Night of the Seven Kingdoms og ég horfði á season 7 og 8 af Game of Thrones. Þannig að ég er ennþá með alveg Game of Thrones fyrirningin sko. skráa fyrirningin. Ok. En heyrðu strákar, þetta verða langur þáttur. Ég er svo fucking peppuð. Langur þáttur. Hann á að vera langur. Þessi þáttur á að vera langur. Ok, það er reyndar alveg rétt sko. Mér finnst svo skemmtilegt að ég sé að fara að taka þetta topic fyrir ykkur tvo. I cannot wait. En áður en við förum í topic dagsins, þá ætlum við að fara í áhugaverða staðreyndir og ég ætla að byrja. Yeah. Ok, fyrsta mín er humrar, þú veist lobsters, þeir pissa með andlitinu. No joke. Pissið kemur út rétt fyrir neðan augun þeirra. Nei, þú ert að skálda Nei. Googla þetta. Do Ég lobsters nenni ekki að googla þetta. Ok, do lobsters pee with their head af því þeir pissa út rétt fyrir neðan augun sín. Ég er ekki að djóka. Mér lókar ekki á þeis. Í maður. Ok, ég ætla að fá Ara til að koma með næstu áhugaverða staðreynd. Ok, þeir eru reddið þar. Ég er svo tilbúin. Steypireyður er það stór að fullvaksin manneskja geti sýnt í genum æðarnar á honum. Wow. Ok, það er reyndar alveg crazy að hugsa um það sko. Gerum bara fokkin æðarnar. Ógeðslega. Þú getur passað inn í æð á steypireyður. Ok, af hverju erum við að tala svona mikið um dýr? Það er bara bestu þekkt. Þetta er nasty sko. Ok, takk fyrir ekkert. Hérna, Egill. Við ætlum að láta Egill taka. Ég er náttúrulega með staðeins. Ok, Kottum með það. Gillotínið eða hluturinn sem hann Fallexi. Það er orðið. Fallexi. Fallexin í Frakklandi var ennþá í notkun þegar fyrsta Star Wars myndin kom út. Já, ég vissi þetta. Wow. Bara því að ég elskar Star Wars. Ég bara hafði ekki hugmynd sko. Ég vissi ekki að það væri Fallexi í Frakklandi sko. Anna, það er staðurinn sem Fallexin er. Það er bara number one destination fyrir Fallexi. Það er bara Frakkland. Og Hvað stöður að læra frönsku byltinguna? Því miður. Það var líka í Frakklandi, þú vissir ekki. Ég elskaði hana. Nei sko, ég bara leið og segir einhver franska byltingi þá er ég farin sko. Ég veit ekkert hvað er að tala um. Hérna, hvenær kom þessi fyrsta Star Wars mynd út eiginlega? 1977. 77. Vá, mamma var alveg 10 ára sko. Það? Já. Pabbi var 17 ára. Heyrðu Egill, þetta var mjög góð áhugaverð staðreynd. Þetta var staðarind. Þetta var svo sannlega staðreynd. Heyrðu, önnur mín, hérna. Fyrsta vara í heiminum sem var skönnuð með barcode, þú veist, strikamerki, í verslun, var Juicy Fruit tyggjó. Svona 10-pack af Juicy Fruit tyggjó. Já. Og það er ekki lengra síðan heldur en 1974. Þetta var í Ohio 1974. Og er það langt síðan? Holy shit. Já, fyrsta varan skönnuð með barcode, það var Juicy Fruit. Ég hefði haldið að það væri mikið, að þú veist það væri nýlega sko. Ég held að þetta er svona tölvudæmi Þú varst alveg lóki að segja mér að það væri til tölvur sko 1960. Já, en samt svona geðið basic tölvur. Það voru líka til salut 1900 Þú að gera, sko stráka, þið eru ekki skemmtilegir með þetta salatdæmi sko. Komdu með aðra áhugaverða staðreynd, Armin. Heyrðu, fyrir mér bíómynda því ég elska bíómyndir náttúrulega. Ógeðslega. Psycho, myndin Psycho frá 1960. Can't relate, en ok. Getur ekki leitað myndina eða svift Ég Psycho bara- Hvað meinar með can't relate? Nei, bara veist, ég hef ekki séð hana. En já. Það er góð mynd, Alfred Hitchcock.
Já, Psycho frá 1960 var fyrsta kvikmyndin sem sýndi einhvern vera að sturta niður í klósetti. Nei, oh my god. Og heyrðu, þetta er ekki geggja staðreind. Það er svo skrítið, það er til endalaust af það er til endalaust af myndum fyrir 1960, sko. Já, en þetta er samt ekkert eitthvað voðalega spennandi subject, skilur. Að sturta niður í klósetti? Já, þú Ég veist. finnst það bara skrítið, þetta er svona everyday thing. Já, en skrítið ég að það meina- kom ekki mynd fyrir 1960. Já, reyndar, það er alveg lóki skrítið. Það er skrítið, það er rétt hjá þér. Takk fyrir þetta, Egill. Ert þú með aðrar áhugaður staðreyndir? Ég er sko með staðreind. Kleopatra var á lífi nær tunglendingunni heldur en byggingu píramídana. Vá, What? Jep. ok, það er samt brútal. Er það ekki alveg vel fyrir Krist sem hún var á lífi? Hún var á lífi hvað, þú veist, 30 BC eða eitthvað. En- Ó, ég Ná, held að það það er er svona það bil 2000 og eitthvað ár síðan hún var á lífi og þá voru sko 2500 ár Já, síðan píramídar voru ekki. Já. En hann í Ástríkur og Kleopatra myndinni, var hann þá ekki í píramídunum? Þú veist, Píramídarnir voru til. Já, Þeir eru ennþá til, sko. ég veit alveg þeir eru ennþá Þeir voru til. gerðir, já. En já, strákar, eru þið for real ready fyrir umræðefni dagsins? Nei. Ready, Freddy. Ready, Freddy. Ó, ég er svo ready. Ég get ekki, sko, Kýndir þú froskað? Ó, ég er svo ready. oh my god. Ok, strákar, það sem ég ætla að taka fyrir í dag, það eru Am I the Asshole sögur. Oh my god. Ok. En ég er búin að þýða segast Am I the Asshole yfir á íslensku, þá hljómar það svona. Er ég þöngulhausinn? En já, Am I the Asshole sögur eða Er ég þöngulhausinn? Þetta eru sögur. Það er einhver að milja konuna sína, sko. Það er alltaf eitthvað þannig. Býtu bara. Þetta eru segast sögur sem að fólk setur inn á Reddit, að það sjálfsögðu. Þetta eru sögur sem að fólk setur inn á Reddit, of course. Og þetta eru sko alls konar sögur frá alls konar fólki allt milli himins og jarðar. There are no, þú veist, limits, sko. Svo sko, þegar fólk postar svona á Reddit, þið vitið þetta, en ég er að segja fólki sem kannski veit þetta ekki. Já. Þegar fólk postar á Reddit, þá er það að fá, þú veist, álit hjá öðrum, og þeir sem eru á Reddit, skilur, users, bara eins og ég og þú, skilur, þeir kommenta á þráðinn og kjósa hvort að original poster, OP, sá sem að postaði færslunni, sé þöngulhausinn, skilur. Þannig já, bara venjulegt fólk í þráðunum. Þeir kommenta og kjósa hvort að manneskjan sem postaði sé þöngulhausinn, segast you're the asshole, eða ekki þöngulhausinn, not the asshole, eða allir hérna sökka. Já, stundum er engin asshole. Everybody sucks here. Ég var sko, Ari, ég var búin að finna alveg ógeðslega mikið af svona sögum áður en við tókum upp fyrsta þáttinn. Ok. Ég var búin að segja fullt í Reddit hjá mér og svo tókst þú sko fyrir sögulega Reddit-sögur í fyrsta þættu og ég hugsaði bara eitthvað, ok, shit. Það var allt museum of Reddit, sko. Já, og ég var bara eitthvað, ég fekk að taka Reddit-sögur strax maður. En svo var ég bara eitthvað, veistu, jú, fuck it. Þetta er einhver mesta skemmtun sem að ég fucking les og hlusta á, þannig ég bara, þú veist, verð, I have to do this. Eða þú mikið á Reddit? Ég hef aldrei búið til Reddit-account. Ég alvörunni? hef aldrei notað Það er bara, I have to give it up to you, sko. bara, þú veist, Mamma! ég kannski nota Reddit ef ég er fastur í leik einhver staðar eða ég er að gera eitthvað. Það er Og alltaf með svörin. Það er alltaf einhver gaur frá svona 9 árum eða eitthvað sem veit bara alveg hvað ég er að tala um. Nákvæmlega saman. Bara hvað, shit, sko. Ég actually tengi, það er alltaf einhver eitt sem að veit þetta á Reddit. Reddit veit fucking allt. En já, þegar ég var að preppa hann þátt þá fattaði ég er með svo margar sögur sem ég langar að lesa að þetta verður 100% tekið fyrir í fleiri þáttum. This is not gonna be the only one, sko. Ó, ég. Sko, aðeins meira Reddit. Það er bókstaflega alltaf inni, skilurðu. Og ég persónulega elska Reddit. Það lætur mig líða svolítið human. Mér líður eins og ég sé partur af humanity. Já, ég því mér elska Reddit, Já, sko. mér finnst meðan svo mikið að hinum samfélagsmiðlunum, þú veist, þeir eru oft svona bara highlight reel, en Reddit er, þú veist, alls ekki þarna. Reddit er bara fucking, ég fíla hvað fólk er unhinged á Reddit og hvað maður getur relatað við, þú veist, alvöru fólk þarna inn á. Já, þetta er samfélag fyrir allt, sko. Þú veist, battle stations, það er Bowel stations. Nei, battle stations. Nei, ég er bara, skauir. Það er bara fólk að sína tölvunar sínar. Ok, strákar, let's dive into this.
Ég er svo peppuð að lesa svo sögu fyrir ykkur. Ég þakka því, sko. Er það að grínast í mér? Oh my fucking god. Ég hef aldrei hlusta á Am I the Asshole sögur, sko. Í alvörunni? Ok. Eilindar ekkert að hlusta mikið á, þú veist. Þannig að, þú veist, smássja. Ég hlusta eiginlega ekkert á svona Reddit sögur, svona alvöru Reddit sögur. Ég hlusta ekki mikið á Creepcast sem svona ekki mikið Creepcast snill. Það svo skemmtilegt. Ég þori ekki að hlusta það er svo gott. Ég er fucking scared. Tökum hann til creepypasta einhvern tíðan og fá mail aftur. Hell, ég er svo til í þetta grínast að ég reyndar mjög skeri hrætt við það. En já, sjátt á Smoss og Too Hot Takes. Þetta er alveg, hugmyndin er tekin frá þeim. Það er literally my favorite podcast. Og hinn 500 podcasti sem gera fucking Reddit. Ok, let's dive in. Fyrsta sagan. Ég ætla að byrja einni bara stuttri og léttri. Hún Létt og kemur laggóð. Létt og laggott. Þessi saga kemur að sjálfsögðu frá subredditinu eða undir síðunni Am I the Asshole. Hún hljómar svona. Er ég þöngulhausinn fyrir að gera pappabrandara? Þetta geti leitt í margar áttir, sko. Athugið. Stjúpdóttir mín, Madeline, hún var 1 árs þegar ég giftist móður hennar, Jessica. Faðir Madeline dó áður en hún fættist. Madeline er núna 15 ára og er í uppreist gegn nánast öllum. Hún gerði svolítið slæmt af sér. Svo, þegar ég sótt hana, þá setti ég henni refsingu. Þá sagði hún, þú ert ekki pabbi minn, ég þarf ekkert að hlýða þér. Ég verða að viðurkenna að þetta særði mig svolítið. Ég skil hún meinti þetta líklega ekki og hún mun sennilega breyta viðhorf seinna. Svo ég svaraði bara, ég er samt löglegur forráðamaður þinn næstu 3 árin og svo lengi sem þú býrð hjá mér, þá þarf að fylgja mínum reglum. Fair enough. Þetta gerist fyrir rund 2 dögum. Allavegana, svo var fjölskyldan okkar að fara í matvöruverslun þegar Madeline sagði ég svöng, ég þarf mat. Ég ákvað að vera rosalega kaldhæðin og sagði tilbaka hæ svöng, ég er ekki pappið. Fucking classic, dude. Fucking sick as hell, dude. Sonur minn byrjaði strax að hlæja stjórnlaust. Dóttir mín þagði bara, vandræðaleg. Konan mín skammaði mig og sagði mér að sökka mér ekki niður á hennar plan. Mér fannst þetta í alvörinu vera fyndin pappabrandari, sko. Og sonur minn er sammála, svo spurningin er ég þöngulhausinn? Fyrir að gera bara einhvern harmlausan fucking pappabrandara. En svo stendur hérna edit, hann fór og editaði póstinn. Ég ættleiti hana, svo lagalega séð þá ég pabbi hennar. Nýlega eða langt síðan að gera það? Langt síðan, skilur, pabbi hennar líffræðilegi pabbi dó áður hún fættist. Ok, byrju, hvað var hann gömul þegar hann, þú veist, kom inn í lífið hennar? Hún var 1 árs, sko. Hann er búin að vera basically... Ok, hann er basically pappina, sko. Já. Ég bara, já. En náttúrulega, maður ætlar ekki að segja henni hvernig á líða, þú veist, náttúrulega það er stjúpappinar. Já, hann er stjúpappinar, hann er náttúrulega ekki líffræðilegi pappinar. En, þú veist, hann er eini pappin. Hún var 1 árs, sko. Já, þetta er eini pappin sem hún þekkir. Hún dó líffræðilega áður en hún fættist, skilur við. Og hún náttúrulega, þú veist, hann er náttúrulega pappinar því hann ættleitt hana. Já, hann er pappinar, skilur við, hann ættleitt hana. Hann er þetta náttúrulega auðvitað særðan, skilur við. En ég með nokkur kommentina. Ég veit ekki, þetta er bara fyndið brandari, sko. Já, þetta er alveg fyndið, sko, en já. Einn notandi skrifar allir hérna sökka, engin definite asshole. Okay. Þetta var helvíti góðu brandari og ég óskaði til hamingju með hann. Þetta kommentið með 44.000 upvotes eða likes. Þá skrifar Anna... Er þetta kommentið? Já. Svo er Anna sem skrifar þú ert þöngulhausinn en samt bara lítill þöngulhaus. Þetta er fyndin brandari en rangur áheyrendahópur. Sá sem postaði, hann skrifaði tilbaka... Þetta er pappabrandari? Já, hann postaði, OP skrifaði tilbaka, jepp, ég sé það núna. What? Ég er ekki að sjá þetta. Þetta er rangur... Misskilningur? Nei, þú veist, hvað sagðirðu? Rangur áhorfandi? Nei. Já, rangur áheyrendahópur, skilurðu. Bara wrong audience, skilurðu. Þetta er fjölskyldan hans, þetta er pappabrandari. Það er eini áheyrendahópurinn. En ég meina, þú veist, hvað maður aldrei, skilurðu. Já, hún er enda 15 ára, sko. Svo er Anna kommentina, býtu, er það ekki dóttirinn sem er þöngulhausinn hérna eða? Og honum er svarað, þessu kommenti svarað öðru notandi, dóttirinn er bókstaflega bara að vera úlingur, skilur. Hún er enda, já, hún er 15 ára. Ég gleymi náttúrulega var að svona glossa frá því, sko. Þetta er bara svona, ég held að það sé bara svona heimskuleg aðstæða, það er náttúrulega engin, þú veist, það er engin asshole að það, sko. Ég held að það sé engin asshole. Nei, þetta er svona pínu everybody sucks shit. Þetta er bara svona, þú veist, þetta er bara döm aðstæður. Já. Eitt kommenti viðbót, þú ert ekki þöngulhausinn.
Dóttir þín er nógu gömul til að vita að orð hafa áhrif. Þó þú hefði sagt þetta í gríni, þá fékk hún að finna aðeins fyrir því sem að þú fannst þegar hún sagði að þú verður ekki pappinnar. Að því sögðu, þá er þetta tækifæri til að setjast niður með henni og láta hana vita að þú elskar hana og lítur mjög mikið á sjálfan þig sem pappa hennar. Og síðan bara einfaldlega að halda áfram. Ég býtu... Þannig þetta var komment, skilurðu, og niðurstaðan í þessu þræði var everybody sucks here, allir hérna að sökka. Ég þú veist, eru að segja hann hafi, þegar hann saði hennar brandara, hann hafi eitthvað verið að vitni í að hann væri ekki pappinnar. Nei, af því hún segi, þú ert ekki pappi minn, þú veist, þannig það særði hann og þú veist, þessi kommentar að segja, hún á að fatta það orðin særa sem að hún sagði þig og þú varst að ráta hann að finna fyrir því tilbaka, skilurðu. Og svo, update. Smá update. Fyrst getur sem ég ekki svona update. Já, þetta er bara pínu uppfærsla. Update er senast þegar OP, sá sem að postaði færslunni, skrifar aftur inn á, þú veist, bara svona updatear postin. Já. Þetta er það sem hefur gerst hingað til. Eftir kvöldmat fór ég inn í herbergi dóttur minnar og byrjaði að tala við hana. Hei, mér þykir mjög leitt að ég hef sært þig með því sem ég sagði og ég er í raun pabbiðinn, Hákon. Nei. Og ég er í raun pabbiðinn. Ég er pabbiðinn, Hákon. Ég skipti á bleiunniðinum, ég hef hitt kærastæðin og ég ætla að hjálpa þér í gegnum háskólanám. Og þar að auki er ég lagalega pabbiðinn, svo við erum föst saman. En í alvöru tala þá mun ég elska þig eins og dóttur mína, jafnvel þó þú telji mig ekki vera pabbiðinn. Og svo faðmaði hana, hún byrjaði að gráta, ég gerir ráð fyrir þetta sé nógu gott merki. Þetta er bara mjög góð neytir. Já. Þetta var bara mínus brandari, sko. Þú veist, það er ekki eins og hann hafi verið að hella málningu á hana, þú veist, fyrir framan, ég veit ekki, allt Walmart eða eitthvað, sko. True. Sko, mitt take er smá svona, þú veist, mér finnst það að vera svona slæt þöngulhaus. Þetta er alveg eitthvað sem er líklegt að gerast á milli úlings og foreldri, skilurðu. Mjög. En, þú veist, úlingar, þeir testa mörk, skilurðu, en þeir eru bara miklu hormónar og tilfinningar í gangi á þessum árum. Hormones? Sure hope she does. Oh my god. En ég meina, já, þetta getur náttúrulega reynt að þolið með hennar hjá... Þetta var svo döm, sko. Oh my god, ég var að fatta! Þetta grínast það. Egill! Ég elska það. En já, ég veist, svona, náttúrulega úlingar geta mjög líklega reynt að þolið með hennar hjá fóreldrum sínum. Og ég meina, þú veist, ég er samt ekkert fóreldri, ég get ekki sett mig í þessi spór, sko. Nei, en þú veist, ég veit alveg hvaða brandar eru alveg sem ég finnir, sko. Þetta var ógeðslega fyndið bara. Þetta var fáránlega fyndið, sko. Já, þetta er fyndið, þetta er líka pínu harmless brandari. Þetta er bara eins harmless brandari og getur við, sko. Já, en það er samt á sama tíma skiljanlegt að hún taka nærri sér af því hún er 15 ára úlingur, skilurðu. Þú veist, og já, þetta er alveg erfitt fyrir hana, þannig að, já, þetta er fyrsta sagan okkar, létt og lúleg. Nobody is the asshole, everybody sucks. Það er svo góð. Það er svo góð, ekki? Þetta var svo. Heyrðu. Hvað er þetta? Sofí Sveinsson. Það er náttúrulega ekki lægi hjá ykkur, sko. Saga nummer 2 kemur líka frá Am I the Asshole undir síðunni. Er þetta ekki allt frá Am I the Asshole? Jú. Vissulega. En þessi saga, hún er 6 ára gömul með 65.000 upvotes. Shit. Þessi er actually frekar relatable fyrir mig. 6 ára gömul bara í miðju COVID, eða? 2019. Nei, jú, 2019. Hún postuð 2019. Það er ekki 7 ár. Það veit ég, gaur. Hérna, þú veist, nennir þú að fara með starffræði í eitthvað annað podcast, eða? En já, hérna, þessi... 6-7? Ari! Jésús. Ari, þessi er actually pínur relatable fyrir mig og þig. Ok, ekki ennþá fyrir Egil. Þessi saga hljóma svona: er ég þöngulhausinn fyrir að þykjast vera rekin þegar viðskiptavinir missa stjórn á skapinu sínu við mig? Can relate. Þykjast vera rekin? Ég er menntaskólanemi með helgavinnu á kaffihúsi. Dulur. Okay. Þetta er stelpa. En okay. Samstarfsfólki mitt sem vinnur líka helgar er James, sonur eigandans. Hann er í sama skóla og ég. Hann er vaktstjóri en það er ekki neitt mjög formlegt samt. Hann er bara svona vingjarnlegur gaur, friendly dude. Og Daniel. Friendly dude James. Og Daniel, háskólanemi sem vinnur stundum líkum helgar. Ok, er þið búin að ná þessu? Það er OP, James og Daniel. Já, held ég sem þetta. James er vaktstjórin og Daniel er, já. Stundum koma viðskiptavinir inn og verða bara reiðir út af algjörum smáatriðum. Ég hef aldrei lent í því. Ekki heldur. Eins og þeir gjörsamlega springi yfir engu. Ég veit ekki hvort þeir eru nú þegar í vondu skapi að leita einhverjum til þess að taka vonda skapið sitt út á eða hvað. Þeir eru bara miserable tussur. En þetta gerist mjög oft.
Ég meina, hversu leiðilegt líf þarftu eiginlega að eiga ef þú ert fullorði maður sem tekur reiðina sín út á menntaskóla háskólanemum? Ándjóks. Allavega James, baksturinn og ég vorum einu sinni að grínast með að hafa smá gaman að þessu og vonandi í leiðinni fá viðskiptavinni til að hugsa sinn gang. Ég er ekki sem að það sé hægt, sko. Að fá viðskiptavinni svona að reyða viðskiptavinni til að hugsa sinn gang. No joke, ég bara ándjóks. Einn daginn í vinnunni var einhver maður að missa sig yfir því að við gerðum kaffið hans ekki nógu heitt. Sem ég gat ekki gert neitt í að því að ég bókstaflega gaf honum kaffið beint úr vélinni. Þá kom James inn og sagði, herra, er eitthvað vandamál hér? Og maðurinn byrjaði að missa sig yfir hann líka. Þá sagði James bara, heyrðu, þetta er óásættanlegt. Þú ert rekinn. Ég þóttist vera sorgmætt. Nei, please ekki reka mig. Fjölskylda mín þarf peningana. Okay. Þess að playa þetta er þetta viðbjóðslega fyndið, sko. Ég þarf þessa vinnu, please. Og hann hélt bara áfram að leika harðan yfirmann, sagði mér að taka suttin af mér og hunskast út. Reiði maðurinn byrjaði þá að bakka. Þetta er ekki svona mikið stórmál, þú þarft ekki að reka hann út af þessu, sko. Ég meinti það nú ekki. Og James sagði, nei veistu, við leggjum mikla áherslu á bestu þjónustuna hérna við viðskiptavinni. Þú ekki mistar þessu, James. Auðvitað eftir allt þetta drama hélt ég samt vinnunni. Við vorum bara að leika. Og við höfum actually gert þetta nokkur sinnum. Þegar viðskiptavinur missir stjórn á skapinu við Danielle eða mig, þá stormar James inn og rekur okkur. Oh my god, þetta er frábært. Í næstum hvert skipti þá byrja reiði viðskiptavinurinn að biðjast afsökunar og segja að hann hafi nú ekkert meint þetta á þennan hátt. Það er eiginlega dálítið ánægjulegt að fá fólk til að átta sig á að gjörðir þeirra geta haft afleiðingar. Allavega, ég var að segja vinum mínum úr skólanum frá þessu og nokkrir þeirra sögðu að þetta væri frekar ljótt prakkarastrygg. Að láta einhvern fara í burtu. Fokkin nördar. Já, sko. Mig góður. Jesus. Fáið ykkur líf. Það að láta einhvern fara í burtu og halda að hann hafi valdið því að einhver sem það virkilega á peningum að halda hafi mist vinnuna. Er ég þöngulhausinn? Fyrir hennar brandarann? Nei, alls ekki, þetta er fókisla fyndið, sko. Nei, sko, þú veist, þetta er svo fokkin æðislegt, strákar. Ég hef ekki þau sem kom inn brjálu að öskra táning að þau finni smá fokkin bara kaffið hans er ekki nóg heitt. Bara smá samvisku. Bara, ég get þetta ekki. Þú veist, ég elska að þau séu að láta hennar barnalega frekjugang bara backfæra svona fokkin svakalega. Oh my god, þetta er gull. Þetta er fokkin gull. Ari, við höfum alveg átt okkar fyrir sér af svona fólki, sko. Við náttúrulega, ég Ari hérna smá backstory, við Ari unnum saman í sjoppu. Sitt hvað, á sama tíma, sko. Já, á sama tíma, við unnum saman í sjoppu, bensínstöð og bara sitt hvað sumt fólk Ónefnd bensínstöð. Ónefndri bensínstöð. En þú veist, þetta grína samt. Sitt hvað sumt fólk er fokkin ótrúlegt. Ég vissi í alvörinni ekki hversu dónalegt fólk geti verið fyrir ég fór að vinna í þjónustustarfi. Og bara skrítið, eins og þessi bara, þetta er ekki hægt. Maður þetta er rútubílstjórunum sem var að keyra fullur. Því miður, ég man eftir honum. Hann segast, hann labbaði inn með skyrtuna svona fráhnefta og hann var með farþega í rútunni. Við vorum að selja og bara alcoholbreath.is mjög mikið og við vorum að selja svona litla flöskur á hvítinu og rauðvinni sem við megum ekki selja nema þessi opnaðar á staðnum og maðurinn kemur, ég ætla að það væri eitthvað og ég var bara eitthvað afsakaði býta aðeins og ég fór eitthvað panikaði við Ara á bakvið og við náðum bara í vakstjórun okkar og endaði þetta ekki þannig að hann fór á stað og löggan náði honum. Sko, hann fór að stað áður en við náðum, þú veist, að gera eitthvað en löggan eldan og náði honum einhverju 5 mínútur seinna. Við hringdum að lögguna, sko, og hún eldi hann uppi. Þetta var crazy og hann var með farþega í rútunni bara drunking around. Frekar marga farþega, sko. Þetta var svona crazy, sko, ég bara það er með crazyari situations en ég aðstæðan sem ég er í, sko. Mjög crazy, sko. Nei, við höfum lent í öðru aðeins meira crazy þegar pari kom og skildi eftir gullfiskaðinn á Fallaklóstrinu. Já, ég var reyndar ekki að vinna það. Ég var ekki sko par. Anna hefur sagt mér þessu en ég var ekki byrjar að vinna þá, sko. Það var nei, þú varst ekki byrjar. Það var par sem labbaði inn með póka í úlpunni sinni og bara svona, ég og vinnufélagi minn horfðum svona gett spussi og sagði bara, hvað eru þið með? Svo voru þið inn á Fallaklóstri í svona hálftíma, alveg góðan hálftíma. Og þau voru ekki lengur með pókan þegar þau fóru. Og þau voru, þú veist, ekki fötluð. Nei. Þú sást allavega ekki á þeim. Ég sá ekki visual fötlun, en ég get ekki sagt þetta því ég er sjálf með unvisual. En já, ég sá ekki að þau væri með visual fötlun, sko. Og ekki vinnufélagarnir mín heldur. Og ég og einn annan vinnufélagi minn, við fórum og kíktum inn á Fallaklóstið. Þau löbbuðu ekki að hratt. Var það svo sem ég held? Já. Við segjast
Já, þeir löpuðu ekki að hratt út svona eins og við voru bara að drífa sig í burtu áður en þeir myndi vera kott. Heyrðu, við fórum inn á fallarklóstið. Það var 1 gullfiskur í vaskinum, 1 gullfiskur í klósettinu, 2 í ruslinu og 1 í niðurfallinu á gólfinu. Hvað? Já, þetta voru 5 gullfiskar. Er þið fucking Finding Nemo hérna? Þetta var allt dauðir gullfiskar. Þeir voru ekki Finding Nemo, þeir voru Giving Nemo. Þetta er mest spes dæmi. Mér leiði smá stund eins og ég væri bara í einhvern draum. En vinnufélaginn minn, sem ég var næstum búin að segja nafnið hans, hann tók myndir af þessu og sendi á bara fullt af vinum okkar. En já, þetta er by far að skrýta sem ég lendi í. En já, ég persónulega sko... Þetta er ruglað sko. Hefur hann ekki sagt þetta? Nei, greinilega ekki. Ég held það, en ég man ekkert eftir þessu. Þú varst náttúrulega Ég man sko... eftir einhverju gullfiskasögu. Þetta var 2018, þú varst náttúrulega bara, 11 ára. Új, er það? Já, en já, allavega from personal experience þá finnst mér alveg ótrúlegt hvernig mikið af fólki leifir sér að koma fram við mann eins og bara skýta á gólfmóttu ef maður er í þjónustustarfi. Sumir sílka sem eru mjög frægir eins og þú veist. Oh my god, já. Sumir koma inn og bara Ég vildi óska að maður mætti nefna nöfn because I have so many names. Það má ekki. En já, niðurstaðan í þessu þræði var augljóslega að þú ert ekki þöngulhausinn. Obviously. Já, efsta kommenti hérna segir einfaldlega ekki þöngulhausinn. Þetta er fullkomin aðferð til þess að eiga við fjandsamlega viðskiptavinni. Fjandsamlega. Og þetta komment er sko með 37.000 upvotes. Þetta stutta komment. Komment með 37.000 upvotes. Svo er annað kommentina. Þú ert ekki þöngulhausinn. Þú ert actually hetja okkar afgreiðslu fólks. Já, þetta grínast það. Wow. Ég vildi hefði fundið upp á einhverju svona. Ándjók same. Svo er eitt í viðbót sem að er með svolítið different take samt. Það er, þú ert þöngulhausinn. Þetta virðist frekar óþægilegt fyrir alla á kaffihúsinu. Flestir fara á kaffihús til þess að slaka á. Ef ég myndi sjá... Hey, þetta er gæinn sem þetta er gæinn sem er að kvart yfir allt og kvöldu kaffi, sko. Þetta er Palli Ándjóks. Þetta er Palli og Palli var inn í heiminum. Ég er að segja það, sko. Ef ég myndi sjá þetta gerast, myndi ég halda staðurinn væri með dónalega yfirmenn og ég myndi ekki koma aftur. Ég myndi líklega að segja öllu vinum mínum að fara ekki þangað. Hvað fucking vinum, ok? Þetta er þess að Count Karen, eða? Oh my god. Viðskiptavinir sem missa stjórnarskapi sínu er eitthvað sem maður þarf stundum bara að takast á við í þjónustustörfum. Kúkað uppi. Oh my goodness. Það er bókstaflega það sem yfirmenn eru borgaðir fyrir að takast á við og vinur þinn er ekki að höndla þetta á réttan hátt. Eru eigandi meðvitur að þú og sonur hans sé að gera svona prakkrastrygg á kostnað fyrirtækisins? Ég ímynda mér að þegar hann kemst að því, þá getur verið rekinn fyrir alvöru. En já, þetta var eitt að fáu kommentunum á þessu þræði sem að kusu að hann væri þöngulhausinn og þetta fekk mjög mikið af downvotes. En skrítið, guð minn almáttur. En sko, mitt persónulega take er bara eitthvað, ég er alveg komið upp í kók á svona fólki í alvörunni. Mér finnst bara að fólk eigi að geta verið almennilegt. Bara við hvort annað, bara come on, verið fucking mannleg. Sumir er bara eitthvað skrýtni, ég veit ekki, þetta er bara í sumum. Þetta er bara the devil inside. Ég er ekki okkið. Ég persónulega vann í 4 ár í afgreiðslu starfi. Þú veist, ok, það er kannski ekki mikið á með marga, en þú veist, sér hvað ég að koma með nógu fólki sem að kom svona fram, ert að grínast í mér. Varst það ekki þú sem að lendir í því að konan hendi ís í bakið á þér? Varst það þú? Eða var að vinnufélaginn okkar? Hendi ís í bakið á mér? Það varst ekki þú. Hún var ósátt við að litli ísinn væri ekki nógu lítill. Og hún hendur mér í bakið. Ef einhver hefði hent ís í bakið Já, það var sérst ekki þú. Fengið inn á kjaftin, sko. Já, það var ekki þú sérst. Það var, ég veit ekki hvort að bylgja mun eftir þessu, en það var allavega, þú veist, kona sem var að kaupa lítinn barnaís fyrir barnið sitt. Á ekki lítill barnaís að vera lítill, eða? Jú, en málið er það, henni fannst, það er ekki issue var það að hann var of stór. Hún sagði, þú sérð barnið mitt hérna. Taktu bara fucking bit af ísnum og gefðu barninu fucking restan ísinn. Holy shit, taktu kjafti. Já, af því, sko, hérna, lítill svo barnaís áttu að vera 2,5 hringur. Ég held að þessi ís hafi verið aðeins svo stór og hún var bara, sérðu ekki... Æ nei, ég fekk á mikið af ís. Já, það var litturlega í kvörtunin, hún var bara leiðileg og þurfti bara einhvern til þess að rífast við. Hún var bara, sérðu ekki, barnið mitt getur ekki tekið allan þennan ís. Og hún bara hendi ísnum í baki á manneskinu, ég man ekki hvað manneskinu þetta var. Og á meðan hún var að búa til næsta ís, skilurðu? Steikinn of juicy. Það er enda heimur, þarna sko, ef einhver myndi, ef hún myndi byggja kurteislega, ef ég hefði gett hann ís. Já. Ef hún myndi byggja mig kurteislega, bara, heyrðu, barnið mitt hérna, það er kannski aðeins svo stóð fyrir hérna. Ég hefði gert nýjan ís. Þá hefði ég bara no problem gert nýjan ís, sko. Ég hefði gert bara, ég hefði verið bara, já, fyrirgefðu, ekkert mál. Ég bara var ekki alveg að hugsa nú rétt. Það bara væri minnsta mál í heiminum. Það var bara ekkert mál, bara hérna
þú veist, bara ég hendi þessum og þú fær nýjan ís, no problem. Ef einhverju hendi ís í baki á mér, það er bara activate Mike Tyson mode. Ég er ekki að djóka, ég bara, veistu, ég líka bara þetta er svo surrealist þegar maður lendir í sem maður heldur að þetta sé eitthvað sem maður gæti aldrei gerst. Bara, þú veist, hvað meinaru? En svo var náttúrulega annar sem var brjálaður yfir því að hann gæti ekki fengið hrísgrjón með hamborgarunum sínum. Hann vildi svo mikið fá hrísgrjón með hamborgarunum sínum. Hann var ógeðslega reiður. Manstu kannski líka eftir þessum sem að fannst fjólubláa hárið mitt vera óviðandi þegar ég var 17 ára. Þetta er röglega áður en ég byrjaði að vinna með það, Já, það hlýtur röglega vera. En hún fannst allan að fjólubláa hárið mitt vera mjög óviðeigandi. Já. Svona miðaldra hvítur kall. En skrítið. Við eigum svo mikið af svona sögum af dónalegum viðskiptunum. Við gætum alveg tekið bara heilan þátt í dónalega viðskiptunum. Við ættum kannski bara að gera það einhvern tímann. Ég skal tíða sena. Já, algjörlega. Fáum hlustendur til þess að skrifa inn sögur sem við getum lesið. Það var þetta fucking Það var eitthvað gaman, bara fá hlustendur til að skrifa inn bara sögur og dónalegum viðskiptunum, við bara skrifum þær. Þá get ég sagt sögun að því þegar gæinn ætlaði persónulega í mig af því að það var ekki vinningur á lottómiðanum hans. Eins og ég væri bara eitthvað að stjórna lottóvélinni. Bara eitthvað, já, þetta er náttúrulega bara mér að kenna. Ég vittlisingurinn með götin í andlitinu og tattúin, þetta er mér að kenna, þú fær ekki lottóvinning. Ég er að safna þessum vinningum til að fá mig ný tattú. Já. Fucking tuss. Can't even. En þetta var allavega, mér finnst þessi saga iconic. Þetta var fucking snill, sko. Bara, this girl is absolutely a queen. Hún er gælla. Hvað finnst þér Egill? Ertu mikið í að vera dónalegu viðskiptavinur? Já, ég hata alla sem vinna í svona stöðum. Láglauna fólk. Oh my god. Nei, ég held samt í alvegni að Egill sé örugglega kurteisasti viðskiptavinur known to man. Bara, þú veist. Og er svo góði strákur. Já, ég er svo góði strákur. Pulsan datt í gólfi, þetta er allt í lagi, ég get alveg borða hana, þetta er allt í lagi. Já, svo ég meina, mér er alveg saman, sko. Lazy Gobbler. Call me the throat goat, sko. Hvað meinaru? Já, þetta var með betri sögum sem ég Þetta var bara frá sko. Sko, næsta saga, Úr öskunni í eldin. Hvað meinaru með því? Hvað þýðir það? Það er hent úr öskunni í eldin. Já, en er ekki aska sem kemur eftir eldin? Jú, en þú veist, ef þú ert í öskunni við hliðin á eldinum, þá er náttúrulega ekki gaman að vera hent í eldin, af því þá ertu aftur að brenna. Já, ok. Ok, strákar. Næsta saga, hún er svakaleg. Er hún svakaleg? Nei, hún er bara svakaleg. Þú veist, ég er ekki viss með að ég geti lesið hana, af því ég verð svo pirruð. Heyrðu, ok. Þessi saga er 6 ára gömul og var originally postað inn á 6-7 ára gömul? Ok. Henni var postað inn á Am I the Asshole? En þessari sögu var svo repostað inn á Am I the Devil? Ó, ég elska, það er bestu. Það er the crème de la crème, sko. Am I the Devil? Bara er ég djöfullinn? Þú náttúrulega hefur ekki hlustað mikið á svona. Ég hef ekki hugmyndu hvað þið eru að tala sko. Þetta er samt bara gæi sem postaði inn á Am I the Asshole og var repostaður inn á Am I the Devil. Am I the Devil, bara verstu sögunar. Bara verstu assholes known to man. Er ég þöngulhausinn? Ég er að reytja strax. Ok. Er ég þöngulhausinn fyrir að hafa farið á meðan kona mín var í fæðingarhríðum? Hættu nú, Anna Kristín. Kona mín fór á stað í fæðingum klukkan 6 á sunnudagskvöld. Við áttum von á tvíburum. Nei, hættu nú. Þetta var fljótt, mjög sársökafullt ferli. Hún var stöðugt að kreista höndina á mig svo fast að blóðflæði stöðvaðist næstum og hún var nálægt því að æla yfir skyrtuna mína. Oh my god. Greið. Ekki varst þú að íta fokkin tvíburum út úr punktnum á þér? Af hverju þar? Klukkan 3 nóttina þá hringi pabbi minn. Ég vinn hjá fyrirtæki pappa míns og við áttum að hafa kynningu fyrir viðskiptavinni á mánudagsmorguninum sem ég þurfti að undirbúa. Nei, er þetta fara ákveð sem ég held að þetta Já, hún fór á stað þið munið, klukkan 6 á sunnudagskvöld og hann átti að hafa kynningu fyrir viðskiptavinni á mánudagsmorgunum sem hann þurfti að undirbúa. Pabbi minn vissi alveg að kona mín væri í fæðingu en hann sagði að hann þyrftir á mér að halda í þessari kynningu. Hann sagði að það væri hvort sem er ekkert sem ég geti gert til þess að hjálpa henni við fæðinguna. Þetta fokki með sko. Þetta er actual sin. Og svo bætti hann bara 7 deadly sins. Biblían leifur þetta ekki sko. Svo bætti hann við að það að sjá barnið koma út væri ofmetið og fólk undirbyggir mann ekkert fyrir öllu blóðinu og ógeðinu sem kæmi með því. Oh my
Hann sagði Blóðinu unginu sem kemur fokkin kæmi með barninu Áfausi þennan nei, mann. fyrirgefðu, börnunum hann sagði að ég þyrfti frekar að fara heim hvíla mig og gera mig kláran og snirtilegan fyrir kynninguna í fyrramálið Þetta er crazy sko Fæðingin hjá konunni minni gekk mjög hægt og við vorum öll orðið nokkuð vissum að hún myndi þurfa fæðingatangir eða aðra aðstóð til að fæða börnin. Þú veist, töng sem að Oh grípur my utan um God. hausinn á barninu og tósar það út. Já, ég veit hvað Allavega, ég áttaði mig á því þarna að ég gæti ekki hjálpað henni. Og pabbi minn treysti á mig, svo ég sagði henni... Þetta grínast Ég sagði henni að ég þyrfti að fara. Hún byrjaði að öskra á mig svo hátt En skrítið að nokkri hjúkrunarfræðingar hlupu inn í herbyggið. Ok Ég endaði á því að halda kynninguna fyrir viðskiptvinnina. Nei, Og allt gekk vel. Þegar ég fór á skrifstofunni, þá sá ég skilaboð á símanum mínum þar sem stóð að kona mín hefði fætt fyrir klukkutíma, klukkan 10:30 og þeir hefðu þurft að nota tangir til að ná börnunum út. Og hann var ekki á staðnum sko Ég hefði mist af fundinum ef ég hefði verið áfram á spítalanum og pabbi minn hefur gefið mér allt sem hann mögulega gat í lífinu, svo ég vildi ekki bregðast honum. Er ég þöngulhaus? Þetta er bara erfitt að hlusta á það sko Ég hefði skyldur sem að ég þurfti að sinna og meðan kona mín er ennþá að öskra mig og segja hún hefði verið ein þegar þeir eyðilögðu líkamann hennar, þá er ég sá eini sem vinnur og móðir hennar sagði sjálf að hún væri of hormónafull og að bregðast allt og harkalega við. Móðir hennar Móðir hennar. Of sæt. Æ, þú ert bara hormónafull, svona eftir þú ert búin að eignast tvíbura. Þetta er búin að íta tveim fucking líkömum út úr sér eftir að grín Kona mín gekk jafnvel svo langt að segja að fjölskyldan hennar myndi útskúfa henni ef hún er svo fyrsta til þess að skilja. En hún líti samt ekki á mig lengur sem eiginmanni sinn. Fyrst til þess að skilja þú veist í hennar fjölskyldu Já, divorce, first to get a divorce. En hún líti samt ekki lengur á hann sem eiginmanni sinn. En skrítið Ég er bara Þú myndi strákar. mér Ég er hissa að það sé ekki sett hægt er ég þöngulhausinn? Skjótið hann Spurningamerki. Skjótið hann núna Hann hefði falleg sem verið góð Já. Já, þessi hann Jesús minn sko. Ég er sko, strákar, þetta er svakaleg saga. Það getur ekki, sko, ég vona að þessi saga sé ekki alveg, sko Það getur ekki Þetta er alvöru verið saga. sko. Þetta er alvöru saga og hann var postað Ég er alltaf vita að það getur á Reddit en þú veist, þetta Nei, hljómar nei. alveg real, sko Þetta hljómar mjög real. Þetta er líka bara, þú veist, að því þessi aðgangur er aktiv, skilurðu. En já, þetta er svona nákvæmlega mómentið þar sem maður átt að worshipa konuna þína og vera til staðar bara by all means. Jössis fokkin hálfleiti maður Pappi mín búin að gefa mér allt Nei, alveg, gæti þessi pappastrákur ekki bara sagt henni beint út að hann hataði hana. Actually, ég sagði Bara í alvörunni. því það halda kynningu fyrir viðskiptavinni Ég bara get þetta ekki. Heyrðu nokkur kommentina. Fyrsta og mesta uppbótaða kommentið. Þú ert þöngulhausinn. Þú skrifaðir að þú hefði hvort sem ekkert geta hjálpað. Jú, þú hefði geta verið til staðar og veitt henni þægilega nervuru og stuðninga með hún var virkilega hrædd og í miklum sársauka. Þú yfirgast hana sem gerði allt erfiðar og meira stressandi. Svo skrifaðir Það er líka... aldrei smá stressandi fyrir Svo það, skrifar líka þessu ofmetið að sjá börn koma út. Nei, það er það ekki. Það er ástæði fyrir því að fólk metur fæðingu barnanna sinna sem mikilvægastu augnablik lífsins. Þú mistir af þessu augnabliki þöngulausiðin. Þetta komment fekk 45.000 upvotes. En skrítið Anna komment þetta. Þú ert þöngulhausinn. Guð minn góður, þú gæti verið stærsti skíthall vikunar. Vikunar Já, Aldar hinnar konan þín, konan sem að þú hélst að standa með, sem eftir ævinar var að gangi gegnum það sem að gæti vel hafa verið en erfiðast og áfallaríkasta reynsla lífsennar og í stað þess að styðja við hana fórstu frá henni vegna þess að þú taldi mikilvægur að hjálpa pabbaðinum. Leið að þú giftir þig þá verður nánasta fjölskylda þín konan þín og börnin sem þið eigið. Þau ætti að vera í fyrsta sæti hjá þér en þú tókst einhvern veginn ákvörðun að yfirgefa þau öll á þeim tíma þegar konan þín þurfti mestar að halda og þú mistir af fæðingu barnanna þinna. Þú ættir að telja þig heppin eða þú fær nokkuð tímann að sjá þessu börn. Þú þarft verulegt raunveruleika check. Það er eiginlega synd að konaðin vil ekki skilja við þig. 29.000 upvotes. Just comment The crazy comment. Svo er eitt komment viðbót. Það eru engir viðskiptavinir neinstaðar á nettinum sem myndu búast við því að þú verið með kynningu fyrir það á deginu sem að konaðin er að fæða börnin ykkar. What the actual fuck? 17k upvotes. Vá, mikið af mörgum uppbótum hana eða þú veist, þetta hefur verið stór post Þetta er eitt stærsti postin á Emma the Devil ever. Það er bara ekki skrítið Bara er ég djöfullin. Þú veist, fuck this shit maður. Þetta er svo fucking crazy. Þetta er svakalegt sko Líka bara pappans með þessi komment, bara þessi tilætlun sem er ógeðsleg sko. Bara eitthvað, þú þarft ekki að sjá. Þú veist nú ekki, það er ekki búið að búa þig undir allan ógeðin sem kemur út með börnunum. Þetta eru svona karlar sko Þetta er bara svona ógeðslegt. Þetta er bara, veistu, ég hef aldrei heyrt neitt jafn slæmt
jú, ok, ég hef alveg heyrt hluti ég hef alveg heyrt ógeðslega hluti en þetta er svona, þú veist, þetta er bara the ultimate betrayal. Já, þú veist, það misti að fæðingu barnana sinna. Já, yfirgaf konuna sína. Og það þurfti að nota fucking tangir til þess að taka börnin Hvernig, út. þú veist, hvernig var hann í sambandi þessi guður, þú veist, með henni? Ég skil það ekki. Voru engin sæn sem hann væri eitthvað sérstakur, eða? Örugglega. En ég meina að fjölskyldar hennar er ekkert að skilja, skilja. Nei, fjölskyldar hennar hljómar endar alveg líka bara mamma hennar er bara, hún er bara að vera hormónafull. Það er svakalegt. Já, hormónur eru svolítið mikið í efstu bara hæðum þegar þú ert að fæða fucking börn. Bara þið eigið að þú veist, you are supposed to bend your backs fyrir hana, ekki hún fyrir ykkur fucking fóðunar. Líka tvíburar. Já, bara fucking motherfucking tvíburar. Þú veist, ég get þetta ekki. Þetta, ég er frekar orðulaus. Já. Ég líka, þessi gæi er eitthvað meira heldur en djöfullin, sko. Þetta er bara eitthvað, þetta pintan, sko. Þú veist, ég get þetta ekki. Þú veist, þetta er eitthvað svona sem er aldrei hægt að make up for. Ég held ekki. Ég er ekki viss þetta samband sé að fara að redda. Nei, þú veist, ég er að segja það, skilur. Hann basically feilaði sem pappi bara leið á börnun og kom í heiminn, sko. Þessi var þung. Ég get ekki verið með þetta með þessa ákvörðun á my conscience. Nei, þetta er líka bara, þú veist, líka bara eitthvað að réttalda þetta með bara eitthvað, það kemur blóð og líkamsvessar á mig. Maður þarf að vera eitthvað síblindur, sko. Já, þú veist, líka bara gaur. Þó það komi blóð og líkamsvessar á þig eða eitthvað, skilur, það skiptir engu máli. Þessi hefur nú ekki dreigð kál út í belju. Oh my god, oh my god, munið þegar ég fór. Þessi hefur ekki verið í saumri. Heyrðu, munið þegar ég fór hana í hvítu úlpun og gulu skónum og tók hann út. Já, með þér, tók hann út í klæði. Já, þú varst með mér, mamma var bara eitthvað, Jana mín, ég tók myndina þér þegar þau varst búið. Gauður, ég verði að setja myndir á Instamaður. Oh my god. En já, ég fór semst, mamma segir eitthvað svona, viltu fara að kíkja á kíkuna hvort hún sé nokkuð að fara að bera. Það er alveg nokkur ár síðan og ég var bara eitthvað, þú kemur með mér í fokkin myrkfælin, skilurðu. Og ég hoppaði bara í hvíta úlpu, gula skó, hljóp niður, heyrðu, var ekki bara heldur fokkin kvígan að bera og ég þurfti að taka móti kálunum og tósa hann út, skilurðu. Þannig já, hún er ekki lengur hvít, úlpan. Jú, hún hangir þó í... Er hann alveg lóki hvít? Í andrinu. Mamma er náttúrulega bara meistar í blettarhinsun, skilurðu. Ég bara, þú veist, Þetta var þungsaga. Þetta er saga hræðileg. Þannig að, já. Þessi áverða þung. Já. En eftir þennan horfbjóða af manni, getur nú alltaf að kalla hann mann, hann er eitthvað meira en djöfullin sem gæði. Þá ætla ég að snúa blaðina aðeins við. Ég kann ekki að tala í dag. Þá ætla ég að snúa blaðina aðeins við og við ætlum að fara svolítið léttari nótur. Þessi saga er náttúrulega líka sjálfsögð frá subredditinu Am I the Asshole? Nú. Strákar, er þið tilbúin? Nei. Já. Er ég? Hvað stendur á það? Er ég þöngulausin fyrir Er ég þöngulausin fyrir að setja limin á mér í hnetusmjör og skilja það svo eftir í eldhúsinu? Jú, já. Ég hef reyndar heyrt þessu sögu. Það er svolítið síðan þetta. Oh my god. Ég man ekki alveg hvað gerist. Býtu, hvað segir þú? Og skilja það eftir í eldhúsinu? Sko, er ég þöngulausin? Er ég þöngulausin fyrir að setja limin á mér í hnetusmjör og skilja það svo eftir í hnetusmjör? Nei, eftir í eldhúsinu. Þetta er bara instant, já. Sko, en býta samt aðeins. Býta aðeins með... Þetta er gaman mitt frá 2001, sko. Hold that. Þú sagðir, þetta er instant já, hold that thought. Ok. Ég kem hingað til að leita aðstoðar við að komast að því hvort að ég sé þöngulhausinn í þessari stöðu sem að hefur skipt heimilin okkar í 2 hópa. Ég, 20 ára gæi, er háskólanemi. Þetta er 20 ára gæi, sko. Ég, 20 ára gæi, er háskólanemi sem býr með 4 öðrum strákum á sama aldri. Búa semst 5 saman. Þetta er annað árið okkar saman í íbúðinni og í fyrra áttu við í vandræði með að fólk vera að borða mat sem að tilheyrði öðrum. Þess vegna erum við núna með strangar reglur. Að merkja allt sitt og borða aðeins mat sem er merktur með eigin nafni. Þú getur góðið, eða? Það er bara, eiginlega að deyja, sko. Kærasta mín og ég Hættu svo. Gaman á því að vera svolítið ævintýragjörn í Ok, smá kinky. Ok. Og fyrir nokkrum kvöldum síðan
sett hún tippi á honum í nétusmjör. Bíddu, ég ætla að pokerface, ok. Fyrir nokkrum kvöldum síðan þá dýfði ég limnum á mér í nétusmjör og hún, já, þú veist hvað, af. Já, ég er búin að glemma þessu. Ég geri mig grein fyrir því að þetta er svolítið skrítið, en svona eru við. Vandamálið er að það sem við erum með músavandamál í íbúðinni, þá vildi ég ekki skilja nétusmjörið eftir í herbygginu mínu. Þannig að eftir verknaðinn þá lokaði ég krukkunni og sett hann aftur í skápinn minn í eldhúsinu. Athugið að það var stór miði á krukkunni sem stóð á. Nei, ég fekk einhver á guðjónu Bíddu. Athugið, það var stór miði á krukkunni sem stóð á Peanut Butter Dilemma. Þannig það var augljóst að krukkan tilheyrði mér. Og þeir voru náttúrulega búin að gera þessa reglu, skilurðu. Já. Í gær, þá segir einn herbergisfélagi við mig: Hey, by the way, ég fekk mér aðeins að nétusmjörniðinu. Oh my goodness. Hann sér að ég bregst mjög undrandi við og spyr svo hvað sé að. Svo að lokum þá segi ég honum frá öllu saman. Hann verður brjálaður og segir: Af hverju í fjandanum settur það aftur í eldhúsið? Bara mjög góð spurning. Ég myndi herbergisfélagi minn á músavandamálið og reglun okkar líka og ég myndi líka á reglun okkar. Ég myndi hann á músavandamálið og reglun okkar að borða ekki mat sem merktur öðrum. Þetta er í fyrsta skipti allt árið sem að einhver hefur fengið sér að matnum mínum sem var merktur og sagt mér frá því eftir á. Þetta eina skipti sem það gerist. Jokes, fucking típist. Hann sagði að þetta hefði bara verið smá hnetusmjör og brauðið sig. Það var ekki eins og að vera að taka heila kjúklingabringur frá mér. Nú er húsið okkar skipt 3-2 hver sé í rangu stöðu. In the wrong, who's in the wrong. Og þetta fara að hafa áhrif á önnur. Hver hefur rangt fyrir sér? Já, hver hefur rangt fyrir sér. Þetta fara að hafa áhrif á önnur samskipti í íbúðinni. Við þurfum að komast yfir þetta sem fyrst. Svo ég spyr: Er ég þöngulhausinn? Svo editar hann kemur við viðbótar upplýsingar. Við erum með skápana í eldhúsinu skipt á milli okkar, þannig að krukkan var í mínum skáp. Hún var ekki í sameiginlegum skáp. Já. Þetta er samt alveg mikilvægt komment. Ok, sko, af hverju henda hann ekki bara krukkunni? Þegar hnetusmjör verður ekki búið. Já, þú skal alltaf nota aftur. Það getur alveg sett tettlingin aftur inn og kæra það. Nota eitthvað annað en hnetusmjör. Oh my god. Líka bara, þú veist, ok, skilurðu. Ég er samt alveg pínu líka bara: Gaur, ekki borða matinn sem hann á. Það eru reglur í húsleikar. Já, sko, það er mjög mikið þannig. Það er reglur. Þetta er mjög grátt, sko. En hann notaði eitthvað sem, þú veist, sem sexual thing. Þú veist, þú veist, kynlífs svona. Hann notaði matarvöru. Hann notaði sem, hann setti það sem hann gerði eitthvað sexual með aftur inn í eldhús. En í sinn skáp í eldhúsinu. En það er eitthvað sem hann, þú veist, þetta er eins og hann hefði notað dildó eða eitthvað. Já, reyndar. Og sett hann, þú veist, bara í glerkrukku og samt inn í eldhús. Já, það er reyndar ógeðslegt, sko. Þú veist. Ok, you have a point. Heyrðu, nokkuð Þegar þetta er komið, þú veist, á open space, það sem allir er að nota. En það var í krukku í skáp. Ég veit það, en það er, þú veist, the implication, sko. Ok. Heyrðu, ég þarf að fara í kommentin hérna. Heldur hann herra hnetusmjör fekk nafnið sitt núna? Oh my god. Af hverju gat hann ekki bara með krukkur inn í sér? Af því að músavandamál. Hvað segir þau? Haldið að herra hnetusmjör fekk nafnið sitt svona? Heyrðu, fyrsta kommentið: Everybody sucks here. Allir hérna sökka. Allir sjúa hérna. Okay. Sérstaklega kærastan hans. Ég meina, þú hefur rétt fyrir þér. Hnetusmjörinn var merkt sem þitt og hann hefði ekki átt að borða það. En kynlífsleikföng, sem er í rauninu verið það sem þetta hnetusmjör varð orðið af eftir þú setti tippið þitt í það, ætti ekki að geyma í eldhúsinu. Ég var að segja það. Já, nálægt öðrum mat. Það er einfaldlega unsanitary, óhreinlegt, satt að segja. Þetta komment fekk svo svar sem að mér finnst svolítið fyndið. Bíddu nú hægur. Vá, þetta er nákvæmlega sem ég sagði. Ég veit það. Bíddu nú hægur. Heldur þú bara að tippa öreindirnar hans, his dick particles, munu smita út frá sér í gegnum loki á hnetusmjörinu og fara í annan mat sem er líka í lokuðum umbúðum? Er ekki lagið að slaka á maður? Þetta er ekkert öðruvísi heldur en að stinga fingrunum sínum í hnetusmjör og svo fær sér einhver annar af því. Þetta er aðeins öðruvísi, as a matter of fact, sko. Ok, reyndar. Svo heldur hann áfram. Það er líklega verra meira að segja að puttaðvíðinir hafa örugglega snert ógeðslegri staði heldur en limurinn á þér. Hvað er þetta, the putta expert? Ég veit það ekki. Doktor Putti mætur. Þetta reply, þetta svar var með miklu fleiri uppbót sem kommenti sjálft.
Þú veist, þessi gæi sem að segja bara eitthvað gaur puttarnir hafa séð verri staði þetta fólki skipta á þessu Já, hann var bara eitthvað puttarnir hafa séð verri staði en limurnar ég ætla allan rétt svo að vona það, skilurðu Já, Dick particle. Ég er samt pínu Það getur með gott hygiene en þú veist, en þetta er samt limurinn á honum, Já, sko. mér finnst þeir báðir vera asshole, everybody sucks here Það er svolítið þannig Annað komment, vá, þvílíkt plot twist Titillinn á sögunni fékk mig til þess að hugsa Vá, þvílíku fáiði En eftir lesturinn er ég 100% með þér í liði Þú ert ekki þöngulhausinn Þú varst minding your own business á meðan herbyggisfélaginn þinn braut reglutan ykkar Það er svona gaur Þú setur ekki eitthvað sem þú stingdi tippinu hún í aftur nýja eldhús Það er sameiginlegt svæði, sko Og það er, ég ætla að fara í komment eftir að segja þetta Það er nefnilega eitt kommenti viðbót Þú ert þöngulhausinn Jésús fucking Kristurmaður Notaði fucking skeið og settu svo á limiðin með skeið Já, það grínast það Já, ég hugsa ekki svo út í það Og það sem Egill sagði á hann, það segir hann af hverju settur það tilbaka í staðin fyrir að henda því eftir verkfæðin Varstu kannski að plana að éta það seinna meir? Já, einmitt, hvað ætlar að gera við það? Eða stinga limnuðinum aftur í það kannski? Það er hægt Þetta var kannski einu sinni matur, en það er það ekki ennþá og hlutir sem að þú stingur limnum á þér í ætti ekki að vera í sameiginlega rýminu. Það er þannig. Jep, og svo er svar við þessu kommenti frá öðrum user. Af hverju ætti hann samt að vera þöngulhausinn ef hann er að nota sitt eigin hnetusmjör? Hann er allavega ekki að stela mat. Ok, já, þetta er hnetusmjörið hans en hann stakk tippinu. Þetta er sko, þetta er svo biased. Þessi þráður er mjög biased. Það er svona 50-50. Þetta er svolítið erfitt. Þú veist, maður er bara svona, það er hægt að horfa á þetta alvarlega mál hérna út frá mörgum sjónarhornum. Egill, gesturinn okkar, hvað finnst þér um þetta? Ég er alveg báðum eins. Þetta er saga sem hefur verið sögð. Oh my god. One of the saga of all time. One of the stories of Reddit, sko. Yep. Verdict á sögunni, þess niðurstaðan var bara allir hérna sökka. Það er engin þöngulhaus, það er allir þöngulhausar skilja. Þöngulhaus. Ég er náttúrulega sko, ok, þú veist, það er að gera argumentið að hann hefur dikk að fá sér að hnetusmjör, að þú veist, það fekk sér bara smá hnetusmjör. Þetta er hnetusmjör, skrukka. Maður taki smá hnetusmjör þetta er svo að taka þetta er svo að setja sinnep af einhverju sinnep sem einhver á bröðið sér Ertu að fara að slátra heillís hnetusmjörskrukku Nei, ég slætti hann ég heiti allar hnetusmjörskrukkuna Þú veist, ef ég er að fá með pullu og á ekki sinnep en þú átt sinnep, þá er ég að fara að taka sinnepið þitt og setja á pulluna mína, skilur Þú veist, þannig að þetta er alveg pínu svona come on, skilur En jú, þeir voru með reglum að þetta ekki þetta maður Næsta saga, hún er ótrúlegt en satt líka frá subredditinu Am I the Asshole Er ég þöngulhausinn fyrir að kæra kæristuna mína eftir að hún lét taka 1967 módel Impala bíl sem ég var að gera upp á Brotajárnshaug? Oh my goodness. Leta hann eiginlega taka hann á Brotajárnshaug Það er svo sexy bíl Þú þurfi ekki að sína myndara, ég veit ekki bíl Nei, ég bara vildi sína ykkur mynd Ég vissi ekki hvernig bíl það var Mjög það er að þú komstu mynd, sko En það ekki, ég sýndiði mynd, sko bara fyrir þá sem að, já fyrir það Hann var blár Nei, hættu sko Oh my god Ég skal reyna að hafa þetta stutt Ég átti 1967 Impala 4 dyra sem ég keypti í febrúar 2019 Fyrir nokkrum mánuðum keypti ég mitt fyrsta hús sem er með bílskúr fyrir það bil 2,5 bíla, eða 2,5 bíl. Ég færði bílinn inn og byrjaði að taka hann í sundur til þess að gera hann upp. Yfirbyggingin var á einu svæði og grindin í öðru og allur bílskúrin var fullur af hlutum. Fyrir 2 mánuðum síðan flutti kærasta mín inn til mín á meðan allt þetta stóð yfir og hún hefur hatað hennan bíl allan tíman. What? Hún vill fá að leggja bílnum sínum í bílskúrnum en ég á 2 hektara land með fullt af góðum stöðum sem að hún gæti lagt á til dæmis undir trjáskugga Hvað í peningi sem guður það? Damn Já, hún getur lagt til dæmis undir trjáskugga eða jafnvel í hlöðunni eða þarf að vera inni. Ég sagði henni bara að svona væri þetta væri húsið mitt og það er ekki eins og ég geti bara sett bílinn saman aftur á augabræði Hingað ekki lengra vera mín Allavega, svo var ég í burtu í nokkra daga í vinnuferð fyrir lítið fyrirtæki sem ég vinn hjá. Þegar ég kom heim þá var kærasta mín alltaf brosandi. Hún var ekkert nema eitt stórt bros. Hún var alltaf að elda fyrir mig, gera heimilistörf og allt það. Ég held fyrst hún væri bara glöð að ég væri komin heim. Og svo tók ég eftir að ég sá ekki bílinn hennar á venjulega staðnum sem hún leggur á. Ég spurði hana hvar hún hefði lagt bílnum svo ég geti passað að slá grasið þar og halda svæðinu snirtilegu. Fucking champ. Hún sagði að ég þyrfti ekkert að hafa áhyggjur af því. Hún hefði lagt í bílskúrnum. Úff Ég spurði, hvernig er það mögulegt? Og hún sagði mér að fara að skoða.
Fara að skoða Það kom í ljós að meðan ég var í burtu þá réði hún fólk til að koma og flytja allt sem tengdist bílnum. Þar á meðal vélina, yfirbygginguna, grindina og alla varahlutina og fara með þetta allt á sorpförgun eða brotajáshaug. Nei! Ég var algjörlega orðlaus. Ég hefði eytt yfir $11,000 í hennan bíl, þar með talið nýja varahluti, þjónustu. Það mikil peningur. Jep, nýja varahluti, þjónustu og bílinn sjálfan. Ég sagði henni að ég ætlaði að fara með hana fyrir dómstóla út af þessu. Hún tók því ekkert alvarlega, lét bara eins og ég væri að vera dramatískur. Ég sagði henni líka að þetta væri búið á milli okkar og hún ætti að pakka saman dótu sínu og hypja sig. Fucking Íbja sig champ. Ég viðurkenni að ég var mjög reiður. En ég fekk samt lögfræðing. Ég með allar kvittanir fyrir peningunum sem ég eyddi og ég líka með öryggismyndavélar á húsinu mínu þar sem að sérst að hún hleypti mönnunum inn og fylgdist með þeim taka allt. Þannig ég hef... Þetta búið case sko. Bara settu baka lás á slá. Þetta bara hendur líkinu. Hann bara Þetta er búið. Góð volga sko. Það sé eitthvað nothing. Þannig ég held ekki dunnumálið. Fjölskyldan hennar og vinir eru hins vegar að hringja og senda mig skilaboð stanslaust og segja að þetta sé bara einhver gamall ruslabíll að hún getur bara ekkert borga mér. Oh my goodness. Hún getur bara ekkert borga mér allan að pening tilbaka. Já, og það ég ekki ætti skatt bara... að hugsa það. Hún getur ekki Framtíð stórglepp. bara hún getur ekki borga mér hennar pening tilbaka og ég ætti bara að láta þetta eiga sig. Ég hef eytt 1,5 ári af tíma, vinnu og peningum í hennar bíl $11,000. og fjandinn hafi það. Ég skal sko fá réttlæti fyrir það sem hún gerði. Er ég þöngulhausinn? Nei. Gaur, að hann sé actually að spurja er crazy. Þú veist, pældi ef einhver myndi stela einhverju sem er virði $11,000. Hvað er það á íslensku pening? 1,5 millur 1,369 millur sko. Shit. 6,9? Ekki 6,7? Ok, Ari. Þetta er samt alveg crazy mikill peningur sko. En já, spurningin er ég þöngulhausinn? Nei, augljóslega ekki. Æ, þetta sökka Þetta er ömurlegt. Þetta er líka svona passion project sem er búin að vinna í hvað það Í 1,5 ár. Já, shit, maður. Búin að fokki mikið pening í þetta. Það er örgulega liðilega fyrir að þessi gaur hljómar er svona í mikið fyrir. Já. Eitt dagur búið, farið. Þetta hljómar eins og að það sé mikið verra fyrir hann. Það er ekki hverjum degi sem að rambar upp til því 1906. Rambar? Nei, rambar á því hérna 1967 módel Impala. Mér er segja, ég veit ekki neitt bíla. Þegar einhver spyr, hei, hvernig bíl er ég? Þá segi ég á svartan bíl, skilurðu. En ég veit samt hvað þessi bíl er, skilurðu. I even know this. Þannig, þetta er með svona, með frægari svona klassik sportbílum. Þetta er crazy. Heyrðu nokkuð kommentina. Ekki þöngulhausinn út að kæra hana. Kæra hana fyrir kostnaðinn og bæta við nokkrum þúsundum í viðbót fyrir tíman og peningi sem þú hefur lagt í þetta. Bara skaðabætur. Shit, sko. Láttu einnig ákæra hana fyrir þjófnað og eyðileggingu á einkaeign. Já, þetta er líka bara þjófnaður. Þetta Yep. er Bara hún stal bara svona stólið $11,000. Og láttu líka mennina sem að koma og sóttu bílinn verða ákærða fyrir það að taka við stolnum munum. Og þetta komment fekk... Það fer mér mikið eftir hvort að þeir hafi vitað að því hún alltaf bjóð hana. Það getur verið að hún hefði sagt þeim bara að hún hefði verið að ráða á Mér svo fyndið og sérst að segja þetta að því að sko, þetta komment fekk 52.000 upvotes og OP, sá sem gerði postinn, hann svarar þessu kommenti og segir, ég get eiginlega ekki kennt mönnunum sem að koma og sóttu bílinn þetta. Hún sagði þeim að þetta veri bíll pappa síns og hún hefði týnt skráningaskírtinu, hún vildi bara losna við þetta. Ok, nú er hún bara að ljúga. Já, þeir trúðu henni. Þekki þessa mannesku, þessa tegunda mannesku. Þeir bara segja hvað sem er til þess að fá því fram sem hún vill. Fucking siðblinda. Þeir trúðu henni, þessi menn, náttúrulega, hún segir bara, ég er ekki með skráningaskírtinu, þetta er eitthvað gamalt sem pappi minn á, takk þetta bara. Þannig já, þetta er ekki þeim að kenna, hún laug að þeim. Anna kommenti hérna, þú ert ekki þöngulhausinn, hvernig dirfist hún að gera eitthvað svona? Þið er ekki einu sinni gift, hún fór allt og langt yfir strikið og þú komst þér undan byssuskoti, dodged the bullet. Komst þér undan byssuskoti? Svo voru mörg komment á svipuðum nótum. Þetta er samt sko, ef hann vissi ekki hver þetta verið, þetta er bara huge jail sentence. Þetta er huge fangelsis crazy, sko. Þetta er bara eins og þú færi fangelsi fyrir að stela einhverju sem $1,3 milljónir verði. Já, og shit, sko. Niðurstaðan var augljóslega, þú ert ekki þöngulhausinn, not the asshole.
En sá sem að postaði sögunni, hann editaði söguna og skrifaði takk kærlega fyrir allan stuðningin og allt. Ég fegin að einhverju séu sammála mér. Mamma hennar hringdi mig fyrir 20 mínútum og sagði að ég vera að eyðileggja líf dótturinnar út af einhverjum heimskum bíl. Ég sagði henni að dótturinnar hafi sjálf eyðilagt lífið sitt. Ég verið að safna gögnum og er á leiðinni á lögreglustöðina til að leggja fram kæru, eins og margir hér hafa mælt með. Mamma hljóma mikið eins og dótturinn. Men einhverstaðar fekk hún þetta frá. Eplið, Sjaldan fellur Dettur í land frá eiginni. Ari, ekki sjaldan fellur epli langt frá eiginni? Ég hef ekki hugmið maður. Já. Update! Ég fór á lögreglustöðinni í gærkvöldi en var beðin að koma aftur í morgun. Ég er nýkomin þaðan og hef lagt fram opinbera kæru gegn henni fyrir stórfelldan þjófnað og bílaþjófnað. Ég sýndi þeim allar kvittanirnar, upptökurnar og myndavélunum þar sem hún hleypir mönnunum inn og líka skráningarskírteini bílsins á mínu nafni. Þeir sögðust alltaf að hafa samband við... Já, hann var skráður og allt. Já, hann var náttúrulega með skráningarskírteini. Hún sagði við mennina sem kom að taka bílinn að hún vissi ekki skráningarskírteini. Já, ég glossaði hann með þessu. Já, það verið bara gamli bílinn af pabbennar og hann var ekki með skráningarskírteini, mætti bara taka hann, skiljur. En já, hann segast sýndi kvittanir, upptökur og myndalum og skráningarskírteins á hans nafni. Þeir sögðust alltaf að hafa samband við alla 3 aðila, mig, fyrirverandi kærustuna mína og mennina frá brotajárshaugunum og vonandi getur þeir endurheimt hluta eða allan bílinn. Núna þarf ég bara að bíða. Þetta er svo ekki fara. Já, náttúrulega, þú veist, það þýr ekki endilega að það sé búið að kremja bílinn, sko. Já, reyndar. Líka bara, þú veist. Þetta er líka örugglega svona bílar sem þú frellar kremja síðast á svona haugum, sko. Já, líka bara, þú veist, ég er samt bara pældi, þú býr með gæja í 2 mánuði og bara eitthvað, 2 mánuði? Já, og bara eitthvað, ég hata hana bíla þetta drast út í skúrnum, þetta rusldæmi þarna út í skúr, ég ætla bara að henda þessu menn hann er ekki heima og fuck him, þú veist, hann er auglast og búin að skera henni skýrt það að hann þykir vænt þetta projekt, skilur. Ósvífni.ri, sko. Jep. Yes. Update nummer 2. What? Oh my god. Nú veit ég hvernig þeim líður í smásóna. Fá updatein. Huge update. Þeir fundu helvítis bílinn minn. Oh, nice. Let's go. Starfsmennin á brotajárshaugunum voru greinilega í miðjum klíðum við að fela bílinn. Voru þeir í miðjum klíðum? Nei. Siggi og Geiri að hafa gaman í vinnunni. Lof mér að segja þetta aftur. Starfsmennir á brotajárshaugunum voru greinilega í miðjum klíðum við að fela bílinn þegar lögreglan kom til að spyrja spurninga. Þeir sem voru að vinna voru að fela bílinn. Nei, já. Hann var á liftara. Þú veist, svona gaurar vítalega hvað þetta er, sko. Jep, þannig þeir voru bara in the middle of that þegar löggan kom að spyrja spurninga. Hann var á liftara og þeir ætlaði að setja bílinn var á liftara og þeir ætlaði að setja hann ofan á stafla af bílum sem var falinn á bak við aðra stafla. Þeir sögðu að bílinn væri þeirra og þeir ættu skráningaskírteinið en auðvitað höfðu þeir það ekki að því að ég var með það. Þegar lögreglan bar saman VAFFI-N-númerið, ég veit ekki hvað er. Þetta er einn bandarískasta saga sem ég alveg virkilega. Ég veit ekki hvað VAFFI-N-númer en þú veist, ok. VIN-númer. Já, þegar lögreglan bar saman VIN-númerið á grindinni og yfirbyggingunni við VIN-númer á skráningaskírteinu sem ég hefði í höndunum, kom í ljós að hann var augljóslega minn. En skrítið. Já. Ég veit að minnstakosti að einn maður þarna hefur verið handtekinn. Ég held að hann sé sá sem sést á upptökunum frá myndavélinni minni, en ég veit ekki hvort það var yfirmaðurinn eða einhver annar eða nákvæmlega hvaða ákæra liggur gegn honum. Lögreglan sagði líka að þau ætla að rannsaka þennan brotajárnshaug betur til að athuga hvort að fleiri bílar væru þarna, tilkynntir stolnir. Fleiri stolnir bílar væru þarna líka. Lögreglan í Bandaríkjunum að gera eitthvað rétt. Holy shit. Hvað er anskoðan? Þau hafa ekki náð samband við fyrirverandi kærustuna mína en þeir eru að vinna í því. Ég er bara svo ótrúlega fegin að þeir fundu bílinn minn. Sem betur fer hafði ég tekið fullt af myndum þegar ég var að taka bílinn í sundur svo ég get nota þær til að sanna hvaða varahlutir eru mínir og vonandi fá flesta eða alla aftur. Lögreglan leyfir mig samt ekki að taka bílinn heim en þá þar sem að hann er sönnunargagn. Svo ég vona að ég fá hann aftur þegar máli klárast. Takk fyrir allan stuðningin og ráðinn og þetta er það seinasta sem að Hann er það til. Good shit. Já. Það er ekki búið að hendur honum. Fyrst hann eftir þetta ekki meira þá ég myndi bara að hafa allt farið vel. Já, ég meina hann er með 100% sönnunargögn. Literally. Hann er með myndavela footage bara að verið að ræna bílum, sko. Já, bara, þú veist, hann er bókstaflega með allt
Þú veist, Já, sæll þessi gæla, oh my god Sumir eru, sko Ertu að grínast? Þetta ekki alveg bara svona low-key siðblinda? Þú veist, þetta ekki bara Nei, sko, siðblinda? Ég held að sumir séu bara ekki nógu Ég veit ekki, þá var ekki Tilfinningalega tengdir. Já, sko, það er ekki þjálfa tilfinningarna sína nógu mikið Gæti til verið. þess að fatta að þeir sé að gera eitthvað þú veist, af sér Já, einmitt Bara svona, skil ekki annara Það er svo mikil ósýn í þeim, sko Já. eða svona Það er svona að hugsa bara sig og skil ekki tilfinningarna sem aðrir finna Þetta er svona típa af fólki sem við og öskrar á láluna starfsmenn Já, oh my fucking god En já, þetta var ég held að mágur okkar hann mun örugglega missa við að heyra þessa sögu sko. já, reyndar Sjátt þetta hössa, let's go Í velvirki, sko Já, hann er velvirki Hann er svona Skúldur! Þekkin velvirka á Grundarfirði líka sem Shout out Fucking Grundar fyrir Hvað? Ó, þekkjur actually velvirka Ég er ekki að grína, sko Hvað er Grundarfjörður? Ég viss Býta aðeins En já, stráka mínir, allt er gott sem enda vel Litla fokkið Shit, man, þetta var frábært, sko Ég meiri sé að Ég veit þetta góða sögur hann Er þetta góð sögur? Æ, Æ, takk maður Þetta er algjör snill Ég hafði fyrir þessu sko Kjallan er búin að vera að þýða í Góða nokkra daga þýðingar og allt já, Takk maður, ég er bara íslensku séni hérna Nei, ég er sko, það er gott shit Á hverju er Ok. alltaf froskur að skríðin í kokki á þér? Það er náttúrulega eitthvað að Heyrðu, strákar, næsta saga sem ég ætla að taka Já, Hún er mjög nýleg Henni var postað upprunalega inn á Reddit 27. janúar Bara Ok, let's go síðastliðin Og Á þessu ári, sem sagt já, henni var 2006. postað inn á inn á Am I the Asshole subredditið, að sjálfsögðu En það er semast búið að reposta henni inn á Best of Redditor Updates Það er líka mjög gaman Skemmtileg undirstaða. Er ég þöngulhausinn fyrir að vera með áskrift af dagblæðinu þó ég les ekki dagblæðið? What? Heyrðu, ég ætla bara að góða þarna limjana og segja já Ok, Bara, það er Egill, eitthvað hvað ætlar þú shifti að í segja? gangi þarna, sko Ég er svona, já, eiginlega, já, sammála, sko Þetta what? mér finnst þetta svolítið kjánalegt en mér langar að fá álit frá fólki sem að tengist aðstæðunum ekki neitt. Ég er með áskrift af héraðsdagblæði, lokal dagblæði er það ekki héraðsdagblæði á íslensku? Ég er ekki með áskrift til þess að lesa fréttinnar heldur til þess að fá krossgátuna og orðaleitina aftast í blaðinu. Ég hef gert þessa þrauti nánast á hverjum einasta degi síðan að ég var barn. Fyrst með pappa mínum og síðan sjálf þegar ég flutta heiman. Ef ég næ ekki að klára þrautina sjálf þá gef ég pappana, hann býr nálægt mér, svo hann geti hjálpað mér. Ég á nokkra möppur þar sem ég geymi allar þessar þrautir merktar með dagsetningum. Kærastinn minn hatar þetta. Hann skilur ekki af hverju ég get ekki bara gert þetta ókeypis í appi eða á vefsíðu. Ég var að hugsa þetta, sko Já, En mér finnst betra að hafa blaðið fyrir fram að mig og pappi minn gæti aldrei hjálpað mér með rafræna útgáfu. Eða af hverju ég kaupi ekki bara bók með fullt af þrautum og geri þær. Ég gæti gert það, en það er samt ekki það sama. Ég er heldur ekki að sóa restina af blaðinu. Ég tek það með mér í vinnuna og við notum það í vinnunni til þess að pakka viðkvæmum vörum og spörum þannig pappír. Já, ok Kærasti minn sá nýlega reikningin fyrir blaðið og var mjög reiður yfir því að ég sé að eyða svona miklum pening innan gæsalappa í eitthvað sem að hann telur Guð minn gagnslaust. góður, fáðu líf, sko Ándjók. þetta er fucking, þetta Þetta er alltaf héraðsblaðið, Þetta sko er bara önnu saga, þú veist Kærasti minn er að hóta mig daglega Hef ég rangt fyrir mér? Kærasti minn hatar mig. Þetta er samt minn peningur og þetta hefur sérstaka merkingu fyrir mig og hefur gert í mörg ár. Þetta er reynda, þú veist, þú ert með free will, þú mátt alveg Já, hún er búin að gera þetta. áskrift Þetta á er héraðsblaðinu, hennar sko peningur Hún er búin að gera þetta um pappa sínu sín og hún var lítil. Þetta er mjög hóls Ég þarf að taka Já. Ég þarf að resynda mig Ég held Já, það ég líka. líka, ég held að þetta væri eitthvað svona dude Ég er bara, fann að já. þetta í nei, sko Já, Auðvitað gæti peningurinn farið í eitthvað annað en ég vil ekki hægt að gera þrautina mínar. Hann sakar mig um að vera ekki tilbúin að gera málamiðlun, málamiðlun, sem er kannski að einhverju leyti rétt. En er ég þöngulhausinn ef ég hætti ekki með áskriftina? Come on, ég get þetta ekki af því, þú veist, af því að þetta er literally, ok, hún og pappinar eru búin að gera þessa krossgátur og svo þrautir Já, get hólsson sem hún var lítil og hún er að geyma þetta í möppu með dagsinningum, skilur God. já, það ætti að vera nóg mikið reason til þess að halda það fór með er þetta, nú, sko og líka bara come on, þú veist, þetta er hennar áhugamál. Líka by the way, þú veist, það eru þú veist, flestir eru með, þú veist, áskrift á Netflix eða eitthvað, en þú horfir ekki á Nákvæmlega. allt sem er á Netflix Það er nákvæmlega góð punktur.
punktur, Það er góður punktur. ángríns. En já, það eru nokkur kommentirna. Fyrsta komment. Það er nákvæmlega engin ástæða fyrir því að þú ættir að gera einhvers konar málamiðlun. Það er ekki eins og þetta meiðan. Þið eigi bæði að hafa frelsið til að nota ykkar eigin peningi þar sem að þið viljið þó að einhverjum öðrum finnist allt tilgangslaust. Þetta er þinn peningur, er það ekki? OP svarar og segir að sjálfsögðu, ég myndi aldrei byrja hann að borga fyrir mín áhugamál. Svo er annar kommentina, vá, hann er fokkin lappandi pungur. Hann er afbrýðisamur út í samband þitt við pappa þinn. Þú ættir að dömpa honum, helst í gær. Svo er annar kommentin það. Þetta hljómar ekki eins og hann sé bara ósáttur við áhugamálið þín. Þetta hljómar frekar eins og hann vilji bara vera við völdin og stjórna þér. Það er bara stjórnsamur guður, sko. Ef þessi áskrift hefur ekki áhrif á getuna þína til að borga reikningana þína, sem að ég efast stórlega þá er hann bara að vera dick. Þú ert ekki þöngulhausinn. OP svarar, þetta eru $30 á mánuði. Hann eyðir miklu meira í sín áhugamál. $80 á mánuði, Vá, það er bara eins og áskrift að, já, þú veist, Netflix eða eitthvað. Já, líka hún segir, hann eyðir miklu meira í sín áhugamál. Akkur má hún ekki gera krossgatuna sínar í friði? Já, sáum það, hann er með í sína Já, hún skrifaði, þetta eru $30 á mánuði, hann eyðir mjög meira í sín Já, áhugamál. nákvæmlega. Þetta er líka kærastennar, þau eru ekki gift. Þetta Þú veist, er þau sko- eru ekki með sammeili fjármál. Nei, það er líka bara, þú veist, come on. Þú mátt gera krossgátur og þrautir. Plústur líka nota dagblæðið í annað. Já, þau nota dagblæði í Já. vinnun hennar til þess að spara og nota pappirinn sem hún fekk í dagblæðinu. Mér finnst bara að vera mjög gott investment. Já, þetta er ógeðslega Eco-awareness cute. queen, sko. Literally eco-awareness queen. Ég hugsa líka bara hvað koma, þú veist, hún gæti verið að, þú veist, ég ætla að call myself out, verið að skrolla á TikTok í 5 klukkutíma, en hún er að nota heilan sinn í að leysa þrautir og eiga það í möppu og fyrir svo til pappa sín sem býr nálægt og Sem er mjög krútlegt, sko. hann hjálpar henni að leysa krossgatuna, þú veist, ég bara get ekki. Já, þú veist hvað, heldur að gaurin sé búin að eyða mikið að peningi, þú veist, Call of Duty eða Fortnite eða eitthvað, sko. Án jokes. Ég bara, þú veist, ég bara, þetta er fárlegt. En já, update. Þetta er náttúrulega á Best of Redditor Updates. Já, veit það. Já, vá. Og þetta er bara eitt update. Postað á Valentínusardaginn 14. febrúar á þessu ári. Og þessu ári, Jep. Ég ætla að segja fyrstu línuna í þessu. ekki langt síðan. Nei, þetta var bara að gerast. Ég ætla að fá að segja fyrstu línuna í þessu update á ensku af því hún er iconic. Ok. Er þið tilbúinir? I kept the newspaper subscription and cancelled my boyfriend subscription instead. Literally Yas Queen. En já, á íslensku. Ég hélt áskriftinni að dagblæðinu en sagði upp áskriftinni að kærastanum í staðinn. Það væri gott service, áskrift að kærasta. Bara bless. Hljómar þessu eitthvað sem að gera í Japan eða eitthvað. Sumar athugasemdirnar fengu mig til þess að hugsa alvarlega um sambandið okkar og ýmislegt sem hann hefur sagt áður. Hann á mjög slæmt samband við fjölskyldan sína. Þegar ég lít tilbaka þá er painfully augljóst að hann hefur verið öfundsjúkur út í það hversu náinn ég er minni fjölskyldu. Ég ákvaða lokum að ég vildi ekki hafa einhvern í lífinu mínu sem að myndi bara bera gremju í minn garð eða garð foreldra minna. Oh my god, Anna. Bera gremju í minn garð. Gremji með garð. Ég elska þetta. Bera gremju í minn garð eða garð foreldra minna bara vegna þess að við erum ekki óhamingjusum. Og satt að segja held ég elski hann ekki nógu mikið til þess að fara í gegnum það að íta á hann að fara í meðferð og býða eftir að vinni sjálfu sér þangað til að þetta hættir að vera vandamál. Damn. Ef það myndi Period. nokkuð tíma gerast. Ég sleit sambandinu fyrir nokkrum dögum eftir rifrildu Valentínusardagsplön. Ég líka núna að undirbúa mig fyrir að selja Rétt fyrir Valentínusardaginn. Ég líka núna að undirbúa mig fyrir að selja miðana sem við áttum fyrir kvöldi í kvöld, Valentínusardagskvöld. Að þessu sögðu, ég vil þakka fólkinu sem gaf sér tíma til að tala við mig um þetta fyrir nokkrum vikum. Það hjálpaði mig virkilega. Gleðilega Valentínusardag. Sko, þetta var bara hólsam endir maður. Já. Good shit. Nokkur kommentina. Ég hélt dagblöðum. Nokkur kommentina. Some comments here. Ég hélt dagblöðunum en sagði upp áskriftina kærastanum með hreint út sagt episk lína. Hreint út sagt episk lína. Fucking Reddit comment, sko. Það er svo skemmtilegt að lesa Reddit komment á íslensku. Annar kommentina. Það hljómar eins og kærastinn hefði ekki hægt fyrir en hann hefði gert samband þitt við fjölskylduna þína eins slæmt og hans eigið samband við sína fjölskyldu. Mjög skynsamlegt að átta sig á þessu snemma og segja þessu manni upp. Vel gert hjá þér. Seinasta kommentið. Strákar. Seinasta kommentið. Þú sagðir þetta fullkomlega í uppfæðslunniðinni. Þú ættir aldrei að vera með einhverjum sem að ergi sig yfir litlu hlutunum sem veita þér gleði. Nákvæmlega. Hann var greinilega svona misery loves company típa eða ógæfan elskar félagskap. Þar sem að hann var óhamingjusamur í eigin lífi þá fannst hún líka þú ættir að gera hluti sem að gera þig óhamingjusama. Gott þú hendir ruslinu.
Þetta, já, þetta Slay Queen. Ég meina, ég hef engu að bæta við. Þau sögðu þetta bara nákvæmlega, sko. Það engin orð ósögð í þessari sögu. Nákvæmlega. Nei, ég líka James bara... Hetfield sagði þetta. Það? Misery Loves Company, sko. Já... Hann sagði líka En já, ég var líka bara svo hissa þegar ég las eitthvað, ég þöngulhausinn fyrir að vera með dagblaðs áskrift, hvað meinarðu? Og gett vinsæl, þú veist, þetta var posta í janúar og þetta ógeðslega vinsæl, þetta er svona í Hot Stories á Am I the Asshole? Og Best of Redditor Updates. Best of Redditor Updates fyrir 1 update, þá hann hafi fucking cancelað áskriftinni. Já, oftast svona 5 updates eitthvað í Best of Redditor Updates. Heyri strákar, það er komið að seinustu sögun í dag. Oh my god, það er náttúrulega ekki hægt að vera með Ég er svo spenntur fyrir sænustu söguna. Hættur. Ég væri til í að taka svona 40 sögur viðbútt, ég er með svo margar í saved. Það er svo mikið að sögur sem ég langar að taka, en ég Þykja að senna. Ég ætla að taka eina létta í lókin, létta og stutta. Taka létt í lókin. Ok, jesús. Heyo. Vonandi ekki hittis mér utan mann allana. Nei. Þeir eru svo miklu litli bræður. Heyrðu, hún hljóma svona. Er ég þöngulhausinn fyrir að vera ókvenleg fyrir framan mannin minn með því að reka við? Já, og ímaður. Þetta fokki með Ég get ekki sko. Þetta með hljóma svolítið fáránlega, en maðurinn minn er sannfærður það að ég hef gert eitthvað ránt, svo mér langar bara að vera viss að ég sé ekki að missa af einhverju. Maðurinn minn, 38 ára karlmaður, og ég, 34 ára kona. Þú veist, þetta er grown adult, sko. Þetta er fullorðinn karlmaður. Maðurinn minn, 38 ára karlmaður, og ég, 34 ára kona. Við höfum verið gift í 5 ár. Nei, hættu, sko. Hjónabandið okkar hefur gengið mjög vel með fáum hnökrum og fáum alvarlegum... Hvað orðið þið þetta? Hnökrum. Með fáum svona, þú veist, svona hnökrum, Ari, skilurðu. Svona, þú veist, þau eru ekki búin að lenda oft á vegg, skilurðu. Ok. Og fáum alvarlegum rifrildum. En í gær, þá var ég að horfa á sjónvarpið með honum. Með höfuðið á lærinu hans, þegar ég rak við. Hann spurði... Það er svo eitthvað ljóð með höfuðið á lærinu hans. Þegar ég rak við. Hann spurði, ekki varst að frétta? Ég svaraði. Anna, hvað er þetta að lesa? Þessi gæði er ekki til. Ég er að lesa eina mest upvoted Reddit sögu í Am I the Asshole. Þessi gæði fyrir sko Reddit, sko. Ég svaraði játandi og þá sagði hann, új, ekki gera þetta fyrir framan mig. Það er ógeðslegt. Það er ógeðslegt og ókvenlegt. Ég gat að einhverju leyti skilið ógeðslega hlutan, en ókvenlegt. Hann var pirraður, stóð upp úr soffanum og fór einn inn í svefnherbergi. Ég reyndi að tala við hann og biðja hann um að útskýra af hverju hann væri svona ósáttur. En allt sem hann sagði var að ég þyrfti að læra að bera virðingu og hegða mér eins og alvöru kona gagnvart manninu mínum. Þetta tók skarpa beygju þannig. Oh my god. Þú veist, læra að bera virðingu og hegða eins og alvöru kona gagnvart manninu mínum. Þessi guði var að horfa á Repril content, sko. Hann var að horfa á Andrew Tate þessi, sko. Ég veit ekkert hvort að segja. Rett hvað content. Heldur bara áfram. Já, ok. Ég er enn mjög ringluð yfir því sem að gerðist og þess vegna skrifa ég þetta. Þetta var óvart, ég prumpaði ekki viljandi og já, hann rekur við fyrir framan mig líka. Er ég þöngulhausinn? Hann er alltaf kall. Já, og spurningin er bara, er ég þöngulhausinn? End of story. Oh my god. Þú veist, það er náttúrulega ekki hægt að vera svona strákar. In the big year 38 Þetta er fullorðin karlmaður og þau eru búin að gifta í 5 ár, þú veist, hefur hún aldrei fokkin rekið við fyrir framan hann, skilur við? Hvað? Gaur. Þetta er fáránlegt. Sko, ég frétta mikið. Ég líka. Nei, ég er ekki grínast. Ég vakti einu sinni Gunnar af því að prumpa mig fyrir hátt. Dæjú. Ég bara, sorry, ég var bara að prumpa og við fórum bara að hlæja, skilur. Hann var ekkert eitthvað að stormin á klósit og var bara, oi maður, þú er svo ókvæmlega maður. Jarðskjálfti. Grínast. Ég trú ekki að þú sért með þarma. Disgusting. En já, nokkur komment innan, fyrsta komment. Þú ert ekki þöngulhausinn. Það að vera kona lætur þig ekki hætta að vera með mannlegar þarfir. Það er venjulegt að prumpa og allir gera það. Það er dónaskapur að prumpa. Já, það er sko alls ekkert grín. Ok. En þessu kommenti svara öðrum user
Hann svarar, pældu í því ef maður kemst einhvern tímann að því að hún kúki líka. Shit, Ég var að hugsa þetta, en mér langaði ekki að segja traumatizing. Pældu í þessu skilurðu að þessi 38 ára kallmaður fatti að konur kúki. Oh my god, við erum líka með þarma. Annað komment hérna. Vá, það er ekki á hverjum degi sem að maður sé Reddit sögu frá 1950. Þú ert ekki fengulhausinn. Þú veist. Þetta er episode úr Mad Men sko. Þetta sko, en já, that's all. Þetta er náttúrulega bara fáránlegt. Líka, ég Fullorðinn er kallmaður 2026 að væli vera kona segreinu. Líka bara- Nei, sé að prumpa. Já, Og væli vera kona segreinu. líka bara, come on, þeir eru búin að vera gift í 5 ár. Þú veist, what? Það getur ekki verið hann ekki prumpa. Þú veist, hann prumpaði Þess vegna er ég að svefni segja að alla hann er hana. nýbúin að vera að horfa á eitthvað svona Getur þú útskýrt, já, hvað er það? Svo er þetta útskýrt Þú veist, þetta er bara ógeðslega right-wing svona content, red pill Já, Það er svona- red það er pill. svona Ok, Charlie, bara eins og já. Andrew Tate og svona, þetta eru gauðra sem hata konur. Ok. Allt kontentið er að snýrum að bara vera svona að nýrulega alpha konur, male, sko. tala illum konur Oj, og bara. reyna að kenna ungum ungum mönnum að já, Af þú veist, hverju? svona Af dæmi hverju? að því að þið græðið pening á því Jep. það er bara, það er eina ástæðan Ok, oi. Eina leiðin til þess að verður ógeðslega successful í lífinu er að gefa mér allan peningin þú átt að vera álur maður þá átt að henda þér út í kóldulagina hverjum einastu morgni Oh my god, til hljómið sem svo Trump í smá stund. ef þú ætlir að vera álur maður þá þarftu að gefa mér allan peningin ég veit ekki þú verður bara að taka hennan 5 daga kurs þú verður að borga $2,000 fyrir það er ekki mikið fyrir þess að ekki mikið fyrir allt sem ég er að gefa þér í stæðin Strókar! Nei, sko, ok, ég bara veit þá að það er frekar ógeðslegt að vera að búa til content að hata konur og græða pening á því. Það er bara, af hverju? græða fullt af pening á því Af hverju? Ég sver, þú verður alpha male spyrja mig, ég er ekki það Ég fatt ekki, sko. Þú veist, hvað er tilgangurinn? peningur Það er bara, já Já, en hver er að borga þeim fyrir að bæsa konur? fokkin lúðas, ég get ekki fengið hvað Oh god. þú sé að borga fyrir það Holy shit. Skoðið En já, strákar, þetta var fyrsti skammturinn okkar hérna í áhugavalda podcasturinn af Er ég þöngulhausinn sögum. Þetta var þöngulhausinn? Þetta var snill Getur einhver sagt mér? Eins og ég segi, ég er með svo mikið af svona sögum sem að mér langar að taka fyrir hann. Það verður, bara að segja ykkur nú þegar, þetta verður ekki einu svona þátturinn. I have so much. Hvernig fannst ykkur? Þetta var alveg wild ride, sko. Þetta voru frábært Þetta voru good shit sögur, sko Hvað er svona uppáhald, skilur? Uppáhaldið mitt, þetta með netusmjöri Egil, þú ert náttúrulega ekki hægt, sko. Ok, já, þessast uppáhaldsagan þín var hnetusmjörið. Ég myndi segja þetta með Afgreiðslufólki. Já, afgreiðslufólki. Mitt líka, ég bara, þú veist, þetta er svo satisfying. Frábært Hvað er bara sann þín? Mín? Já Það var alveg afgreiðslufólki líka, sko. Af því þú veist, hún er svo satisfying. Ég bara, mér hefur svo oft langað til þess að gera eitthvað svona þegar ég er að vinna í Þetta er svona afgreiðslustörfum. dagdrömmun okkar Þetta er bara ógeðslegt. Ég var einhvern tímann að, ég get ekki eins og sagt þessu, sko. I Hvað can't sögu? even. Nei, ég var einhvern tímann að útbúa svona skíðapassa fyrir einhvern gæja og ég setti vitlausan tíma eða eitthvað. Og svo prumpaður og hann sagði bara Oi, þú er kona Nei, hann var að fara í Bláfjöll og ég ætti að setja ég man ekki hvað að setja dag eða eitthvað inn á kortið og ég setti vitlaust það var náttúrulega 800 manns á dag að kaupa fokkin skíðabassa skilurðu þannig ég setti óvart vitlaust inn á kortið hans og hann bara eitthvað, ég vissi hún myndi gera þetta vitlaust ég bara sá það áður, þú ert svona típa sem að gera bara allt vitlaust bara, þú veist, ég bara eitthvað Hann er skotin á þú veist, staðnum bara, hvað er að þér? Ertu að grínast svona tappi? shit. Ég var by the way 17 ára með fjólblátt hár skilurðu Var þetta í Reykjavík? Já, hún er Reykjavík Ég meina, ég er ekki að gjóta Reykjavík bara Nei, ég er bara Já, þetta er augljóslega Reykjavík, maður Er líkur á fólk verið Já, ekki þetta er ekki bara Meira já. density af fólki, sko Já, einmitt. Það er svo mikið mengun í loftinu að það er eftir að kurteist þarna, sko. Því að þú ert að prumpa svo mikið En já, heyrðu, þetta er allan að koma í dag hjá mér. Takk fyrir að hlusta á mig, tala. Japperville, Anna, mættust Japperville. Enn og eftir. Anna þáttur áhagvöldum lokin Takk fyrir að túna inn í episode 4 af Áhugavaldar Ok, Kratos Shit, þetta var slay. Oh my god.
takk hérlega fyrir sem er að hlusta á Apple Podcast, Spotify, YouTube og allt svona. Munið að, þú veist, kommenta Endilega. og reyta og setja like og allt svona. Já. Hjálpar okkur mjög mikið. Hjálpar okkur þegar þið likeið okkur og reytið og svona. Kemur okkur upp í algoritman og boostar okkur og svona. Og Love that. ef þið fílið þáttinn, náttúrulega. Já, náttúrulega þið fílu okkur, skilurðu. Já. Endilega followið okkur á Instagram og TikTok. Við heitum bara áhugavaldar þar líka. @áhugavaldar. Áhugavaldar. Við reynum að posta hérna consistently, hvernig segir maður consistently, veit það ekki. Við reynum að posta ákaft þar inn á, reglulega, inn á TikTok og Instagram. Okkur finnst það ógeðslega skemmtilegt, takk fyrir að taka þátt í þessu með okkur og við bara, we love you. Kæra þakki fyrir Egill okkar að vera gestur í þessu þætti. Já, takk fyrir að vera með, það var ógeðslega gaman að hafa þið með. Og það var svo gaman að vera hérna. Hvernig fannst þér þetta? Þetta var svolítið pík. Svolítið pík. Hvað meinarðu? Hæ? Pík, P-E-A-K. Já, einmitt, literally amazing. Ok, sorry. Já, það var æðislegt að fá þig sem gest og ég vona að við getum einhvern tímann aftur fengið þig sem gest af því að þú ert svona fyndin og þú ert Egill. Já. Hilarious bitch. Mér finnst þetta alveg næs. Hilarious. Mér finnst næs að þú sért fyrsti gesturinn okkar. Við erum búin að minnast á þig held ég í hverju einasta þætti hingað til. Alltaf eitthvað smá. Þið elskuðu svo mikið. Æjó, litli bróður okkar. Ok, og ég bara. Ok, ég held við þurfum bara að wrap it up. Ok, bye.